Já, komið sæl, Synir Egils hilsa, daginn eftir kjördag og það náttúrulega margt að ræða og til þess að við fengið fína gesti. Sólveig Anna Jónsdóttir, Þóra Kristín Árnadóttir og Þórhildur Þorleifsdóttir. Árskeirsdóttir. Hvað sagði núna? Árna. You did it again. Nei, þú heyrir ekki nú. Ég heyrði þetta líka og sagði Árnadóttir. Ég varst. Herðu, en bara, hvað Sólveig, hvað finnst þér? Ekki byrja á mér í guðuna. Nú, viltu ekki byrja? Ég vil alls ekki byrja. Sko, áhrif kvennalistans það að koma fram núna. Nú kannski fleiri konur á þinginu heldur en kallar. Er þetta ekki eitthvað takmark sem var sett fyrir löngu síðan? Sko, það var nú aldrei sko eitthvað á stefnuskrá að fjölga konum í öðrum flokkum. Það var ekki, þarna heldur bara væri það þarna svona bara kjör og líf kvenna. En auðvitað var það eitt af stóru málunum að það sáust allar konur inn á þingi og þess vegna var málflutningur alltaf mjög kalllægur. En þarna, og það er auðvitað afskaplega gleðilegt að sjá hvað margar konur komnar. Það sem gleðilega er það að þær eru sko svo margar núna glæsilegar og flotti stjórnmálamenn og þarna stjórnmálakonur og mér fannst þegar maður horfði á þessar loka viðræður að þá hugsa maður af hverju bara fara þær ekki allar inn á þing þessar konur sem sitja þarna og mynda bara stjórn. Það myndi gera það með annarri hendinni sko. Og þarna hver annar glæsilegur og flottari og þá ég ekki við útliti heldur hugmyndir þeirra og framkoma og málflutningur allur og þeir verða hálf pokalega við hliðina á þeim þarna kallandi fannst mér óttalega einhvern veginn svona gamaldags og svona þingslalegir það var svo miklu meira svona líf í þeim öllum fannst mér. Það voru náttúrulega líka uppskera þannig að þarna... Já, það er ekki hægt að segja að Þórhildur Sunna eða Svanhildur Sanna hafi verið að uppskera mikið. Það voru fleiri þetta heldur Kristrún og ég er bara við yfir alla línuna mér finnst konurnar svo bera af köllunum í þessu þætti og í málflutningi og í svona nálgun bara það voru ekki einhvern veginn upp á einhvern svona stalli talanda visku eitthvað því það er svona Þóra Kristín Ásgeirsdóttir. En sko, er það ekki svo dæmigert að konurnar voru svona glaðhlakkalegar allt því þær voru að sigra? Já, það voru þarna konur sem voru bæði að tapa og líka... Já, þessar þrjár þarna sem var náttúrulega... Það var náttúrulega mikill samhljómur milli þeirra. Og það stefni náttúrulega í það var náttúrulega miklu klúðra til að það stefni ekki í þessa stjórn þeirra þriggja og þeirra flokka, sem sagt, Þorgerðar, Kristrúnar og Ingu Sæland. Ég held hins vegar að það væri svolítið klókt af þeim að taka sko Framsóknarflokkin inn í þessa breytu. Og það segi ég þarna... Til viðbótar? Já, til þess að styrkja stjórnina vegna þess að ég held að þetta verði pínlítið erfitt að 36 þingmenn? Já, ég held bara að það væri gott fyrir þau að taka Framsóknarflokkin inn í þetta vegna þess að ég held að sko að tryggðaband, endurnýja tryggðaband Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokks í stjórnarandstöðu væri mjög slæmt fyrir þjóðina og svo held ég þarna líka að það væri bara mjög gott að einn flokkur hefði ekki úrslita áhrif hvort að stjórnin héldi saman eða ekki. Ég held að það væri, svo er þriðja í þessu, það er umhverfismálin voru svolítið kosin út því miður. Og ég hef áhyggjur af því og það er einn þingmaður sem að gæti komið inn með umhverfismálin í Framsókn sem að væri þarna Halla Hrund sem yrði fínn umhverfisráðherra. Þannig að ég myndi vilja að Framsókn kæmi inn í þetta. Mér finnst þetta mjög klokt sem þú ert að segja núna. Mér finnst það og sérstaklega með þetta að kljúfa í rauninni sko bandalag í stjórnarandstöðu. Hroðalega bandalag. Og þetta með loftslagsmálin auðvitað saknaði með þessu umræðinni en það var náttúrulega svo, það brennur svo fólki núna náttúrulega svona bara og það vil ekki segja efnahagsmálin heldur bara efnahagur fólks persónulega, gríðar vaxtabyrð og svo framvegis. Þannig að það var svo auðvelt að einhvern veginn að setja það sem aðalmál í dag en það er ekki þar með að allir sé búin að gleyma loftslagsmálunum og það heyrðist sem betur fyrir þegar við verðum að tala um fólk svona förnum vegi þá heyrðist afskaplega greinilega hjá mörgu ungu fólki að það var ákall Já, unga fólki var svolítið hissa á því að þessi mál hefðu ekki fengið neitt hljómgrunn í umræðunni fyrir kosningar. Og ég er ekki hissa á því, en ég held að séu bara svona praktískar ástæði fyrir því sem er kannski svona bara skapast vegna ástandsins í bara hagheimilana.
Smári Bæjarspyrir, komið í ljós hvort að Sigurður Ingi eða hann inni, það var að koma loksins tölur frá Suðvestri. Sigurður Ingi uppbótað þingmaður í Suðurkjördæmi. Og eru lokatölur komnar þetta? Já, þetta er lokatölur. Og er Lilja þá úti? Lilja er úti og Ásmundur Einar úti. Sigurður Ingi stjórn bara. Alla fórstu með það. Spóla tilbaka. Þingflokkur Framsóknarflokksins, það eru 5. Það er Stefán Vagn Stefánsson í norðvestri, Ingibjörg Ólöf Ísaksen í norðaustri, Halla Hrund Lóadóttir í suðri og svo uppbóta þingmenn Þórar Ingi Pétursson í norðaustri og Sigurður Ingi Jóhannsson í suðri. Þannig að 3 ráðherrar eru þarnir, Willum, Ásmundur Einar og Lilja. Náðu Willum ekki. Núna er þetta landsbyggðarflokkur. Ótrúlegt. Sem hann var alltaf. Já. En þetta hljómar hugmynd mín ekki alveg jafn vel og áður. Vegna þess að ég held að við þurfum nú aðeins að taka til í þessu landbúnaðarkerfi. Þannig að ég er ekki alveg vissum að það sé rétti. Hann væri eini framsóknarmaður sem stæði gegn því. Nei, en ég held að þetta er aðeins núna. Ég held út af þessu kjötmannbúi þarna í norðaustri, þessu sameiningu, að þá myndi Þorsteinn Bergsson alveg sem var fínn frambjóðandi sósíalista myndi, að því hann er fyrirvændi bóndi, staðinn fyrir Þórarin Inga sem að stýrði, sko. Er Þorsteinn ekki sauðfjárbóndi lengur? Nei, hann er hættur. Hann er aldurs. Já, er það? Já, þetta er svona eins og spjalla bara á kaffistofunni, mjög skemmtilegt. Já. Hjá okkur mennur? Núna bara mest að skemmtilegt, bara svona hver hættur að vera bóndi. Hvað segir hérna verkalýðsforinginn við Súsund? Já, þetta er bara mjög leiðilegt að Sanna hafi ekki komist inn. Já. Og mjög standið sér alveg ótrúlega vel. Já. Og ég hitti, eða bara rétt að sagt allir sem þið töluðu við voru alltaf að hrósa henni, en það náttúrulega dugar ekki. Nei. Þú kemst ekki að þing út á hrósið. Nei, þetta verður nýtt. Já, en þú veist, ég meist Kristrún bara búin að standa sig mjög vel. Já. Og meist hún oft bara hafa talað þannig að ég hef bara svona verið ánað með málflutningin og ég hef ekki upplegað svona stórkostlegar áhyggjur af málflutningnum. Ragnar Þór, ágætt að hann segja hana. Hann getur talað þá fyrir húsnæðismálum og hann er mikinn áhuga, mikla þekkingu á þeim. Og já, svo sjáum við bara hvað gerist og kannski verður hægt að svona mitigata verstu tendensa viðreisnar vonandi. Það er náttúrulega ágætis fólk að koma inn fyrir Flokk fólksins, það er óvanlega gott mannval þar. Þannig að bæði Ásthildur Lóa og Ragnar Þór hafa mikið erindi. Og einmitt sem eru, þú hafa svona rétt sínina leiðaljósi, sko. Og ég meina Ragnar Þór bara mjög raunverulega bara vænt maður sem að vill bara að hagsmunir almennings séu settir í fyrsta sæti. Er Lilja Rafney inni? Já. Já, það er nú ágætt. Það komst einn þingmaður inn á þing fyrir Flokk fólksins reyndar. En auðvitað, ég hef ágjur að viðreist, þar eru svona tendensar sem að þarf að dempa með sterkri þá stýringu Kristrúnar og það eru mikill munur milli þingmanna viðreistnar í áherslum. Það eru sumir sem eru meira hægrisinnar en aðrir. Já. En ég meina þau eru náttúrulega sumir sem vilja vera í Evrópusambandið sem að þetta sé nú bara í allir viðreist sem vilja fara í Evrópusambandið. Hér held ég að þessu landi hafi ekki áhuga á að gera og ekkert þangað að sækja. Eina sem að Evrópusambandið hefur náð að áorka er að dreifa eimdinni jafnt, þau eru best í því, sko. Þetta er bara sannleikurinn. Spurðu bara proletariatið í Evrópa því. Spurðu bara fólki sem hefur gleymt við niðurskurð og gríðarlegt atvinnuleysi, ónýtan húsnæðismarkað, spurðu bara kjósendur, til dæmis í Þýskalandi, akkur við séu að kjósa Törnum frá Deutschland. Allavega, það er önnur umræða. En ég veit ekki, og Jóhann Páll, hann er klár og Þórður Snær vonandi verður bara að vinna fyrir flokkin, hann er klár og kann að greina samfélagið og hefur góða skoðanir. Ég heldur sér ágætt, Dagbjört Hákonardóttir sem að kemur í innstæð fyrir Þórður Snær. Sjáum hvað gerist. En Smári, sem fulltrúi sósíalista hér, hvað segirðu að mótni? Með þessi úrslit?
Það náttúrulega ef við erum vinstra megin þá náttúrulega hrun VG, við fá 2,3% atkvæða. Ótrúlegt. Ná ekki upp í 2,5. Mikið hlýtur Svandís Svavarsdóttir að vera fólkinu þakklát sem að koma ályktunina inn á fund Vinstri grænna sem að gaf Bjarna Benediktsson afsökunina til þess að slíta stjórninni. Hugsið ykkur. Þú setur fólk sem vill láta taka sig alvarlega í íslenskri pólitík, þetta er fólk sem vill hafa áhrif og hvað gera þau? Þú veist, þau fara inn á fund Vinstri grænna með ályktunum að eiga að slíta. Það er í stöðugri frétta umfjöllun og viðtöl við Höllu Gunnarsdóttur sem fer þarna með þetta inn dögum fyrir fundin. Það fólk vil láta taka sig alvarlega í pólitík og hvað gera þau? Þú veist, rústa Vinstri grænum, gera það til dæmis að verkum að fólk sem hefði svo fólk sem hefði þurft tíma til að undirbúa sig til þess að fara í kosningar eins og til dæmis Sanna og Sósíalistaflokkurinn fá engan tíma, þurfa að gera allt á hlaupum, hverjir græða á því að fara hratt í kosningabartu, það eru þetta fólk sem hefur þú veist, sterka innviði, mikið fjármagn til þess að eyða og svo framvegis. Þannig að eini flokkurinn sem átti fjármagn til að fara í kosningar var Sjálfstæðisflokkurinn. Ótrúlegt. Með sína lóðarsölu hjá en þú veist, ég bara á þessum tímapunkti það sem að fer mest í taugarnar á mér af mjög mörg sem fyrir taugarnar á mér það er fólk sem er þú veist að beita sér með aktíum hætti í bara graf alvöru pólitík en gerir það bara einhvern veginn svona bara ég er bara með þessa hugdettu og ég ætla bara að fara að gera eitthvað og sjáum svo bara hvað gerist. Hugsar aldrei hlutina, hugsar það bara aldrei til enda og ég hef bara setið inn í verkefnishreyfingunni, ég hef setið alls staðar. Fólk bara spilar í mestarlegi einn leik fram í tíman. Fólk það bara aðeins að setjast niður og fara að spila fleiri leiki fram í tíman og greina og átta sig á því hvað getur gerst ef við gerum þetta. Það er það sem fullorðið fólk í pólitík á að gera. En ég held að þetta sé alveg rétt hjá þér en það er samt einhver skilaboð í þessu frá kjósendum til þessara smáflokka. Það eru þarna 10% vinstri atkvæða er að falla dauð og þarna voru 3 flokkar sem voru meirið að minna að tala sömu hlutina og þarna það er eitthvað skilaboð. Ég held að það sé mikill munur á þessu flokkum, VG og Píratar og sósíalistar eru bara mjög ólíkir flokkar þó að þeir kannski hafi sambærilega stefnu á ýmsum sviðum. Ég held að þeir hafi verið ólíkir áður en ekki lengur. Þeir voru að tala sömu hlutina. Þeir falla náttúrulega á það er kosningakerfið, 5% þröskuldur. Og það gerir þannig út af þessu sem þú ert að lýsa að það falla dauð 9,3% á vinstra megin, ég tel ekki lýðræðisflokkin með, ég meina það verður alltaf þannig að verða einhverju sérvitrika sem bjóða fram en þarna kemur það fram á svona alvöru flokka, þessa 3, 9,3% sem að falla, þar að veru flest atkvæðin hjá sósíalistum, það eru stæðstir að þessu flokkum, eru með og ef það væri ekki þessi þröskuldur þá væru 2 sósíalistir á þingi og 1 frá VG og 1 frá Pírötum og ég held að fólk að ég veltaði fyrir sér það verra þing heldur en að þessi flokkar fyrir atkvæði þessa fólks er 1 frá Viðreisn, 1 frá Sjálfstæðisflokknum, 1 frá Flokki fólksins og 1 frá Samfylkingunni. Ég meina, erum við betur sett með þetta system? Nei, ég veit að sumir sem eru á þingi vilja hafa sem fæsta flokka til þess að auðvelda stjórnarmyndun og það er sumstaðar í heiminum til svona einhver ákvæði í kosningalögum til þess að ýta undir það. Hér eru annars vegar þröskuld og svo til þess að hindra það að til dæmis sósíalistar komist á þing að þá er Reykjavík klofið í tvennt sem að þetta er einhverjum í huga að kljúfa kaupmannarnir í tvennt til þess að venda einhverja stöðu eldri flokka eða Stokkólm eða Oslo eða Helsinki, þetta er bara ein kjördæmi. Þessi kjördæmisskipan er eldri sósíalistaflokkurinn. Já, þetta var gert í kjölfar þess að frjálslyndiflokkurinn komst á þing. Að þá var annars vegar steypt saman landsbyggðarkjördæmunum svo að héraðshöfðingjar á Vestfjörðum næði ekki ná þing með staðbundnu fylgi. Það var settu 5% þröskuldurinn og Reykjavík var klofin til þess að yrði hærri þröskuldurinn á kjördæmakjörnumannin í Reykjavík. Ef að Reykjavík hefði ekki verið klofið þá væri kjördæmakjörinn sósíalisti, það væri 13. þingmaðurinn á 18. Það væri bara, svo þetta væri öryggi með þing og þetta er náttúrulega bara einhver leifar, einhverju gamalli spillingu frá Davíðstímanum sem að situr uppi.
en enginn hefur svona haft ástæðu til þess að kvarta yfir en núna munaði, ég held að þess Framsókn skilgreini sína stöðu að hún hefur verið veikari vegna þess að leita út fyrir að það gæti dott út af þingi og það sem að gerst annars vegar er að þessi sko, ég held að þessi 18.000 atkvæði sem að fá ekki þingmann handa vinstra megin, 19.807 fá ekki þingmann. Það gerist, en síðan í aðdragandunum að því að síðustu vikuna var alltaf verið að tala að VG væri bara úti og hún var verið úti frá því maí, Pírata voru úti í flestum konunum, sósíalistar á mörkunum, svo kom hann að Medill og svona spálíkon sem var að segja að þessi flokkar væri í hættu og þar að leiðandi gerist það ekki sem að spáð var að Samfylkingi myndi enda í kannski svona 17% atkvæða. Heldur fyrir hún í 21% og þar eru 4% stig sem eru líklega kjósendur sem hefðu frekar kosið að kjósa þessa flokka og allt þessi sveifla, annars vegar sveifla til Samfylkingarinnar og svo hins vegar dauðaatkvæði sem liggja þarna eru út af einhverju kosningakerfi sem að ég held að Davíð Oddsson hafi samið bara á einhverju fyllir í sko. Bara til þess að því hún var illa við Sverri Hermannsson og vildi ekki fá aftur svona kvennalista og eitthvað svona, þeir reiknuðu aftur og bak að þetta hefði Reykjavík var klofin til þess að kvennalistin 83 eða 87 kæmist ekki inn á þing. Þannig það var bara búið til eitthvað system sem átti að venda gamla sko fjórflokkin og svo getur maður bara hlegið að því núna að eitt er að falla á þessu bragði sko. Sem að ekki fyrir almenning, þetta er ekki fyrir almenning, þetta er fyrir til að venda flokkana sem eru fyrir. En sko, ég er alveg sammálaður með þeim með að Þröskulda, hann er of hár og bara finnst mér andlýðræðislegur vegna þess að það þarf í rauninni allt of, þetta eru óeðlilega mörg atkvæði sem að þarna, sko, eins og heitir falla dauð. En aftur á móti, sko, þú segir þetta eru gerólíki flokkar. Ég held að fyrir þá sem ekki eru endilega sko kafi í greiningum, að þá hafi til þessi kosningabaráttur ekkert verið auðvelt að greina í milli, til dæmis segjum bara Þórhildar Sunnu og Sönnu, bara maður tekur svona dæmi. Málflutningu þeirra var afskaplega svipaður og sama og allt yfir í Samfylkinguna, þannig að ég er ekkit viss að allur almenningur sjá eitthvað gríðaðar mun þarna á og reyndar Vinstri græni líka en ég held að sko margir hafi hugsað sér svo að það er best að fara yfir Samfylkingu og þá kemur þá sko stór flokkur sem mótvægi við sem á þá séns í Sjálfstæðisflokkinn. En ég held að sé fyrir marga mjög erfitt að greina svona opbáslega á vinstri vængnum. Það er áherslu munun ekki eitthvað sem fólk skynja sem ger ólíka flokka. Alls ekki. Ég held að sko við værum betur sett ef að flokkarnir sýndu meira á spilinu, það væru einhverjar svona rauðar og bláar blokkir fyrir kosningar. Þannig að við gætum svona þarna með öryggi verið að kjósa sko verið að kjósa flokka sem að myndi þá koma með ólíkar áherslur inn í það samstarf. Svo má deilu það, ég meina á fólk frekar að horfa á það sem að Sundrar heldur þessi sameinar, þú veist það er hinn hliðin á málinu að þarna en það væri svo sem alltilega flóran væri aðeins halló. Þannig að flóran væri fjölbreyttar, ég hefði ekki á móti því. En þá kannski reynir meira á að standa á sínu eða komast í stjórn og svo framvegis, sko. Þannig að ég veit ekki, mér finnst svona líka fólk að ég hafa það í huga að það skiptir miklu máli að svona svipaða skoðanir nái saman án þess að sé alltaf verið að þá að horfa eftir hvað er það sem að sundrar okkur. Mér finnst hitt skipta meira máli. Já, það sem hefur sundrað VG og sósíalista var að VG var bara á hraðaleg til hægri og var með ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum í 7 ár. En VG var ekki á hraðaleg til hægri núna í þessari kosningabaráttu? Ekki á hraðaleg til hægri í þessari kosningabaráttu? Það er bara eins og aðri flokkar, þeir mæta alltaf í kosningar eins og séu hörku sósíalistar. Já, tölvist aldrei sem það væri fortíðarlausi, mér varst það bara sérkennilegt. Ég far svo til með Svandísi. Ég segja það sama og það er líka, hún tekur alltaf við alveg ótrúlega erfiðu hlutverki að sko byrja í bólhlaupinu, því vitið þetta bara
90 metrum og eftir í 100 metra hlaupinu, enda sá maður það á henni, hún var aldrei svona... Hún náði aldrei að vera í elementinu sínu. Sálfræðilega, tilfinningarlega væri það bara hann En ég ætla að segja, mér finnst aðeins sko, þegar þú segir þetta, að þessi tillaga sem að mig geta deilt hvort það rétt að raungarna á landsfundi Vinstri grænna, en Vinstri grænir sko voru komnir á þetta ról fyrir þennan landsfund og þeir hafa ekki náð sér, þeir hafa verið á undanhaldi núna sko alveg þetta seinna kjörtímabil þessara stjórnar og náðarhöggið var veitt þegar Katrín fór í forsetaframboðið. Hún rak smiðshöggið á þetta. En ástæðan fyrir ég að segja þetta ég er ekki að segja það, ég er ekki að tala um þetta vegna einhverjar svona innri flokkspólitíkur eða stöð VFG, ég bara að segja að augljóslega hefði verið betra fyrir VFG, fyrir sósíalista, fyrir fólk sem að þurfti tíma til að undirbúa sig að hafa þann tíma og sá tími var tekin af þeim og það bara ástæða til þess að vera bara þú veist, gagnrýnin en svo ég tek vægt til orða á framferði þeirra sem að vilja láta taka sig alvarlega í pólitík en eru bara að spila einhverja ruglleiki. Ég verð alltaf talið hissa á þessu með tíma til að undirbúa sig, ekki flokkar stofnaðir í kringum einhverja hugmyndafræði með svo skrítið eins og bara allir hafa verið óviðbúin. Nei, það snýst ekki það, þú þarft að manna lista, þú þarft að þjálfa upp fólk, þú þarft að kenna, málefnalega á það, en svo ég veit að ég hef staðið að frambóðum sko aftur og aftur þannig ég veit það alveg. En málefnalega á fólk að vera tilbúið. Já, það eitt að fólk hafi skoðanir og skilji málefnin og svo annað að koma á framfæri með hætti sem að heillar kjósendur og sem fær fólk til að hlusta og það eitthvað sem að þarf að byggja upp og það þarf að þjálfa og það þarf að undirbúa sig og þegar þú ert allt í hennu bara, þú veist, hlöftu bara af stað og reyndu bara að komast í mark og svo á meðan ertu að, þú veist, reyna að fá nógu marga til að taka sætt á lista og svo framvegis. Við sjáum þetta hjá okkur að við hefum viljað fá meiri undirbúning og við sjáum það ég meina við bætum við okkur í Reykjavík en við minnkum út á landi og það bara flóknar í kostningabarátta. Ég meina og þegar Bjarni slítur og fólk, vinstra fólk var að segja, frábært lasnaði Bjarni og ég sagði bara, þú veist, á hverju eru þið? Af hverju finnst ykkur þetta svona frábært? Viljið þið tapa? Stundum langar mig bara til að taka fólk, vinstra fólk og hrista og segja bara, svo vaknar við bara á morgnan og hugsa bara, hvernig get ég tapað? Nei, á ég að segja ykkur hvað við eigum að gera? Við eigum að gera sem Jane McAlevey kendi okkur í Eflingu, þú ætti að vakna á morgnana og hugsa, hvernig get ég unnið? Það það sem þú ætti að vera að hugsa og svo ætti að vinna þannig. Ekki bara, hvernig get ég fellt sjálfa mig og sem flesta vini mína í leiðinni? En það nú kannski það sem að fólk að kjósa gegn þegar þarna veðjar ekki á þessa örflokka sem að fengu í rauninni þessa útreið. Fólk orðið leitt á þessari sundrungu og fólk orðið leitt á því að þetta fólk í rauninni tali hvert annað niður á þann hátt sem það hefur gert. Ég sammála. Fólk sem eru í raun og svona innst samherjar allt sem máli skiptir, það ætti ekki að þurfa að vera í þessum innbyrðisbandara. Í þessum kosningasjónarbúnslu þá var það alls ekki. Þær voru ekkert að berjast. Nei. En þetta samt rétt sem Þóra Kristín segir, það örlar á svona þessu að vera, það kannski til þess að aðgreina, til þess að segja ég á erindi á mínum eigin forsendum, þá þarf það náttúrulega að segja af hverju og taka þá náungan aðeins niður í leiðinni. En ég hefði viljað að sko Vinstri græn og Svandís, ef að þau hefðu ætlað að taka sig alvarlega í þessari kosningabaráttu, þá hefði hún þrátt fyrir þennan tímaskort og allt það, þurft að koma og horfa framan í kjósendur og gera upp þetta tímabil í ríkisstjórn sem að kjósendur voru mótmæla. Það voru mikið að láta eins og hún hefði ekki verið í stjórninni. Þú getur ekki mætt og verið bara eitthvað svo ætli nú bara að gera upp tíman og þú veist, það enginn sem bara eitthvað, þá ætla ég að kjósa þig. Kjósendur sem gerðu tíma. Þú ert búin að gera þetta, En ég meina, þú þarft að segja... Hún náttúrulega búin að vera ráðherra frá hruni. Það verður líka svo ótrúverðugt. Hún stendur þarna, skipti eftir skipti og talar eins og þau hafi ekki átt neitt þátt í ferli undanferði 7 ár. Það óskaplega ótrúverðugt. Nei, mér fannst hún að einmitt fara út í það að verja ríkisstjórnina, til dæmis. Ég er að segja það. Þá var hún eiginlega alltaf að verja ríkisstjórnina og
Frekar heldur Bjarni og Sigurður? Það var það sem hún lenti í og ég held að sé rétt sem Þóra Kristín segja, það hefði verið affarasælla fyrir hana að bara að tala í einlægni og þannig að manni líði ekki eins og þessi verið að spinna á mann. En þegar hún að lýsa því sem að hennar ríkisstjórn hún mögulega sjálf hafa gert sem að hún væntanlega þá stolt og ánægð með, auðvitað gerir hún það, auðvitað segir hún, þú veist, þetta náðum að gera, þetta náðum að gera, þetta náðum að gera. Sem alveg rétt. Og hún þau náðu að gera ýmislegt. Ég bara sammála og hún alveg pólitíkus og ég menn mér bara fínn heilbrigðisráðherra og ég bara guðslegandi þakklátt fyrir að hún var þar í til dæmis COVID en ekki einhverjir verri og svona mannfjandsamlegri einstaklingar en þú veist þetta var svo skrítið, ég horfði á Einar svona kappræður alveg frá upphafið til enda þarna í Tjarnarbíói og þetta var svo skringileg svona dýnamík þú veist fyrst voru allir bara einmitt að svona selja hér ég og hérna það sem ég ætla að berast fyrir og svo svona í kringum þegar var svona helmingur eftir þá einhvern veginn varð svona spenna og svona eitthvað þras en mér fannst aldrei verið einhver svona alvöru pólitík. Þetta fór aldrei á eitthvað þannig flug og þar, Kristrún, hún fór á svolítið svona pólitískt flug þarna og var bara mjög sannfærandi þegar hún var að selja stefnuna sem hún var að tala fyrir en annars var þetta ekki svona þetta var ekki svona dýnamísk pólitík þess að þú varst svona þú veist, ég get greint eitthvað á milli og þetta, þú veist, Framsókn Lilja var þarna og hún var einmitt bara eitthvað svona að reyna að segja frá einhverju, þú veist, svo var Guðmundur Ingi einhvern veginn að reyna að tala fyrir Vinstri grænum og hann eflaust indall maður en hann ekki pólitíkus, þannig að þetta var svo ótrúlega svona döll pólitík. Þetta var ósannlega veik kosningabaráttu. Ég held að þjóðin hafi í rauninni miðað við það pólitíska landslag sem að var eftir síðustu kosningar og það síðustu kosningar, hafi þjóðin ekki tapað neitt á þessari kosningaþátttöku VG. Þvert á móti. Ég held að VG hafi gert í rauninni mjög margt gott eins og hægt var, en VG eyðilagði sjálfa sig, já. Ég held til dæmis í kjarasamningunum sem þú lítur að geta tekið undir Sólveig Anna, þetta voru mjög góðir kjarasamningar og þetta var mjög krúsíalt inngrip og Katrín Jakobsdóttir átti náttúrulega það alveg skuldlaust. 100% sammála, hún átti það skuldlaus og ég fór á 2 fundi þar sem að þau sátu Katrín Bjarni var í fulltrúar og það var alveg augljóst að það var hún sem var að leiða þetta, hún var að stýra þessu, Bjarni mjög andsnúinn, hann gat ekki einu sinni á þessum fundum þegar við vorum að segja, við erum tilbúin til þess að skrifa undir kjarasamninga með þessum hækkunum ef við fáum ABC. Hann gat ekki einu sinni sagt ok, hann þurfti að láta koma fram með mjög skýrum hætti að hann veri mjög andsnúinn þessu, en það var hún sem lét þetta gerast. Og þetta að vinna inn í verðbólguna núna. Já, en hún náttúrulega var að gera þetta því að hún ætlaði að verða forseti og hún var að færa fólkinu að sjálfsögvarna því, hún var að færa fólkinu það sem hún taldi að væri hentugast að setja fram. Það augljóslega þannig en bara frábært og gott. Ég held að hún hafi nú verið líka bara einlæg í þessu. Svo fer hún úr pólitíkinni og skilur flokkin eftir og þá allt í hennu verður þetta svo skringilegt og þá hættir það að vera trúverðu og þessi saga sem þau eru búin að vera að segja allir þessi ár að þau verði að vera þarna til þess að svona mitigata the badness þannig að það trúir því bara engin lengur, skilur þau. Þetta hverfist allt hana. Þá hjá VG voru náttúrulega að gera Bjarna forsætisráðherra, þau höfðu náttúrulega bara í rauninni átt að halda að standa fastar á sínu eftir að Katrín farin. Þá bara var þetta sem bara farið. Svandís verði forsætisráðherra? Nei, ég meina þarna hún laði nú til dæmis að Sigurður Ingi yrði forsætisráðherra. Það var ekki búið. Nei, en ég meina þá líka komið tækifæri til að slíta og það var virkilegu vilji og það hefði verið lengri tími þá til undirbúnings. Það náttúrulega eru ólík hlutverk að forsætisráðherra hann verður að semja við aðalega vinnumarkaðar eins og í þessu tilfelli var þetta samtök atvinnulífsins sem að voru að ýta undir að stjórnvöld gengu að þessu. Þannig að ef við tækjum Katrínu og settum einhvern annan sem forsætisráðherra þá væri hann líka í þessu hlutverkjörinn að ná þessu í gegn og óþekki maðurinn gæti verið að heipa gogg á bakvið. En það var bara genuinely hlustað á málflutningin frá verkalýðshreyfingunni það hvað skipti máli og hvað þyrfti að koma og það var alveg, þar voru samningaviðræður í gangi og
já, þannig Ég held að það hafi verið alveg innlagt óháð forsetakosningunum. Þetta var ekki bara samtök atvinnulífsins að hringja og segja, þú veist, svona þarf þetta að vera. Mér finnst að þurfum að fara að tala sigurvegarana líka. Já, en ég tala um aðeins VG vegna þess að það sem að VG fær hvað eru þau með, 2,34%. Crazy. Þetta búið bara, ég veit ekki hversu börðu þau. Já, þau ná ekki einu svona ríkisstyrknum til að halda flokknum áfram. Þetta alveg ótrúlegt. Þetta ótrúlegt. Þetta mjög mikil reiðarslag fyrir þau. Borgarfulltrúa í Reykjavík. Já. Ég held að svo það bara einhverjir sveitarstjórnarfulltrúar í Húnavatnssýslu og Austfjörðum. Já. Ég held að VG í rauninni, þetta verður mjög erfitt ef að þau eiga eitthvað framhaldslíf. Pírata eiga líka, náttúrulega Píratar eru sterkari í borginni. Já. Pírata náttúrulega ná inn ríkisstyrk, þannig að þau geta haldið sínu grasrótastarfi meira gangandi. En sigurvegarinn, er ekki Samfylkingin, eru öll saman á það? Jú, Samfylkingin er náttúrulega Þetta halda hann í nöðru fram. Og er þetta svona persónulegu stórsigur hjá Kristrúnu? Já. Já, ég held að sé nú, sko, ég vil nú aðeins sko breikka það sé ekki bara hún, ég meina hún er tiltölulega ný sko. Já, það er ekki bara persóna, það er líka málflutningur og málefni, það er ekki bara persónan, þó hún sé afskaplega sterk og vel máli farin og mjög fylgin sér. Sko, hún er búin að endur skipuleggja flokkið sinn sko. Þessi málefnin og hún er stýrt þessu. Hún er búin að vera mjög dugleg í undirbúningsvinnunni sem að Sólveig Anna var að lýsa. Sko, þetta er rauninni alveg endurtekning á því sem það gerðist í Samfylkingunni í formannstíð Ingibjargar Sólrúnar. Það var líka svona öflugt málefnastarf og starfandi mjög aktífir málefnahópar, svo er einhvern veginn hrunið fer náttúrulega skaplega illa með þennan flokk og þeir hluput aldrei svona eins og fé sem var hleypt út úr réttinni, hluput aldrei út allt sko og Kristrúnu og hennar fólki hefur tekist að ná þessu saman aftur og fara aftur í gegnum þetta ferli og það er bara, mér finnst það bara afskaplega jákvætt að sé svona leita víða fanga í því að svona setja stefnuna en ég ætla ekki að draga úr því að hún er öflugur leiðtogi og hún er öflugur stjórnmálamaður og mér finnst alltaf broslegt eða skemmtilegt alltaf að segja því hún er svona mjög lítil og nett kona og að þegar þeir voru að þessi rísar Sigmundur Davíð og Bjarni Ben hún lætur þá ekkert sko fara með sig og þeir sko hún fer hvorki á taugum ég verður svona einhvern veginn en hún heldur ekkert að hækka röddin eða fara að skrækja eitthvað á móti hún heldur bara sínu striki og talar áfram í sömu rattæð og þeir verða bara svo gasbrandi rakkar þarna geltandi rakkar yfir henni mér finnst þetta svona skemmtilegt sjónarblið bara að horfa á og hlusta og svona spekulir í sko En hún fór með flokkin í svona hugmyndalega endurskipulæningu hún hendi svona einhverju dóti út sem að tilheyrir svona identity stjórnmálum nýfrjálshyggjutímanna og reyndi að láta flokkin snúast svona grundvallaratriði og ætluðu í kosningabaráttunni að leggja upp með ég held að verið heilbrigðismál, húsnæðismál og samgöngumál og svo náttúrulega efnahagsmál og einhver leiti hélt þetta en það voru nú svona eitthvað en þetta er svona breyting á samfélkingunni bara karakterbreyting, annar fókus í stjórnmálum. En ég held að fólk þyrsti svolítið í svona stjórnmál sem að snúast sko alvöru málefni og fólk orðið svolítið leitt á þessum sjálfsmyndar stjórnmálum vinstra megin. Af því að þetta er svo mikið þetta verður svo mikið sko einsmáls Já, og svo snýst þetta það að þú veist, manneskjan þarf að finna hvar hún er mesta fórnarlambið og vera þar sem er náttúrulega ekkert sem að mörgum finnst eitthvað sérstaklega skemmtilegt og svo þetta alltaf að leita að því sem sundrar leita að því hvar er ég mest ósammála þér þú veist, hvernig ert þú vond manneskja, hvernig er ég besta manneskjan og við til dæmis í Eflingu við erum náttúrulega að vinna alls konar fólk með alls konar pólitíska skoðun, með alls konar menningulegan bakgrunn og við bara pössum okkur alltaf að leita alltaf að því sem sameinar, aldrei að því sem sundrar og erum bara búin að ná með því
að navigata bara alls konar flóknar hluti og byggja mitt upp öflugt innra starf og ná árangri af því við bara höfnum þessu. Vegna þess að ef þú ætlar að nálgast til dæmis alþýðu fólk með þessu að þú kenna þeim þú þarft að segja þetta, þú ert að hugsa svona, þú mátt ekki segja þetta, þú mátt ekki hugsa svona. Þetta svo hrigalega fráhrindandi. Þetta svo ótrúlega fráhrindandi. Það nennir engin lengur að láta að tala svona yfir hausamótunum á sér stöð. Það nennir engin lengur að vera einhvern veginn alltaf hræddur að fremja einhverja hugsanaglæpi. Þetta er ekki gott og heilbrigt. Og fátækt fólk vill heldur ekki vera stanslaus fórnarlamb og taka þátt í einhverju social porno. Og tala alltaf við sig eins og eitthvað svona, ég nefnilega 100% sammála. Þetta eitthvað svona, já, okkar minnstu bræður og þau sem eitthvað blöblöka. Þau ekki tala svona og það vill ekki láta tala svona sig, jú, nema einhver auðvitað lítill hópur sem fílar þetta, en flest fólk bara þolir þetta ekki. Áhugaverst að þegar við vorum með kvennaframboð og kvennalista, þá höfðum við nú alltaf þessa vinnureglu að þó það væri ekki með einn punktur sem væri sammálum. Byrja þar og svo eins og þegar kasta stein í vatn og vinna okkur þannig áfram, ekki byrja því sem sundar og það er alltaf að leiða ljósi að það er fleira sem sameinar heldur sundrar og svo náttúrulega bara við það að takast á það, þá er þetta komið svona alls konar skemmtilega lausnir sem engum hefði dottið í hug áður. En annað líka, það er þetta með fórnarlambi, við vorum afskaplega uppteknir af því að vera ekki fórnarlömb og kvartandi, heldur vera bjartsýnar og bera höfuðið hátt, við erum heilmikið fram að færa, við erum flottar og það skilaði miklu og þess vegna er mér alveg, og við vorum alltaf að segja við erum gerendur og ekki þolendur, þess að þoli ég ekki í dag þegar það tala alltaf kynferðisglæpamenn sem gerendur, ég fer alltaf bara og gerandinn minn sagði þetta og gerendur í eigin lífi og búið að stela þessu orði. Þá er fólk eiginlega komið í tilfinningasamband við ofbeldismenn. Það er eins og bara maðurinn minn og ég las ágæta bók daginn eftir fullorðna konu heimspekingur, hún heitir Susan Neiman og þetta var ekki eitthvað besta bók í heimi og ég var ekki sammála öll, hún heitir Left is not woke og hún er bara einmitt að tala þetta að hún segir að á síðustu öld eftir með síðustu öld þá eitthvað skiptar narratífið úr því einmitt að horfa á svona hetjur og hetjudáðir og hafa það sem svona fyrirmyndir og eitthvað sem við höfum að sækjast eftir yfir í fórnarlambið og þetta er ekki gott Nei. og hún er ekki að segja að þá hafi hlutirnir verið frábærir og æðislegir áður en að þetta gerðist og allt hafi versnað en þetta sem einmitt einhver svona fókuspunktur einmitt þetta að tala svona og hugsa svona þetta er ekki góð þróun og hún segir að hún er gyðingur og bandarískur gyðingur og hún segir þú veist þegar ég kem til Þýskalands, hún býr þar og vinnur þar, hún segir þú veist þá er ég búin að detta í svona tvöfaldan lukkupott, ég er kona og ég er gyðingur og þú veist, hún segir ef mér er boðið í panela, af hverju er mér boðið innan panel, já þú ert kona og eða gyðingur, hún segir bara nei þú skalt ekki bjóða mér á þessum forsendum bjóddu mér að þú vilt heyra hvað ég sem fræðimannskja og klár kona, klár einstaklingur hefur að segja allavega, það var bara margt í þessari bók sem að emitt, fekk mér svona til þess að hugsa bara að emitt, þú veist, þetta er bara ekki þessi svona nálgun á mannleg samskipti, hún hendar bara ekki fólki. Ég ætla að spyrja ykkur all, eða svona, þér á hverju svara, en er samfylkingin vinstriflokkur, eða hvað er samfylkingin? Smári, heyrðu þetta? Já. Nei, ég myndi ekki segja að vera í tilflokkur svona miðflokkur, miðvinstri bara út í góðu skapi. Hún er samt ekki svona miðjuflokkur eins og við hefðum haft, þú veist, einhvern svona evróskan miðjuflokk, þú veist, hún er meira til vinstri. Já, hún er á rætur þar og svo núna þetta með að leggja áherslu á svona eins og húsnæðismál. Algjörlega. En hins vegar, það er áherslan sem að kemur og svo þegar maður skoðar tillögurnar, að þá er það ekki tillaga til dæmis að hverfa frá húsnæðisstefnunni sem við erum í. Að við endurreisa opinberan húsnæðislánasjóð vegna þess að við þurfum að vernda almenning fyrir verðsveiflum á villtum fjármálamarkaði, það er ekki það. Og það er heldur ekki það að við viljum að ríki eða sveitafélög byggi húsnæði fyrir fólk með lægri miðlungstekjur og þar fyrir neðan. Það er ekki þannig í þessu tilvæg. En hvað vill hún gera? Hún vill einhvern veginn lappa upp á kerfi sem að gæla við að sitja leiguþak, að hefta það að þú getur verið með Airbnb, vera með svona hvata fyrir verktakarna að byggja tiltekki forma húsnæði og öðru slíku. Þannig hún er ekki með svona róttækar hugmyndur sem að er ekki róttækar það að þetta var kerfi sem við höfðum fyrir 20 árum eða 30 árum
og við vorum á leiðinni að við áttum hérna mjög öflugt eða svona vísi af félagslegu húsnæðiskerfi, það sem að væru kannski núna 23.000 íbúðir inn í því. Það er ekki horfst í augu við það, við erum að ná þessu aftur ef við ætlum að hafa eitthvað jafnvægi hérna. Þannig að ég meina, þjóðin vildi ekki selja banka en Samfylkingin vildi selja banka, bara var ekki hentugt núna og ekki að Bjarni gerði það, og þannig að þegar þeir skoðu raunveruleg stefnan hjá þeim, að þá er hún ekki eins og út úr rótunum þeirra. Þannig að sömuleyti er stefnan þeirra bara klassískur blerismi, sko. Það er bara annað. Þannig að hún getur ekki verið sigur vinstri sinna. Nei, þú veist, þetta er náttúrulega því að þeir að tala núna svona identity stjórnmál, og það er oft við erum stundum með svona hægri og vinstri, svona amerísk hægri og vinstri, sem er svona afstæðan til samkynniðra trans og umhverfismála og eitthvað svoleiðis. Ég veit ekki hvað kallið þetta í kosningarannsókninni, að hún færist frá til hægri þá líklega, en vinstri í svona áherslu með því að tala bara, þú veist, gamla vinstri var þannig að var labba til fólks og segja hvað vantaði, já, mér vantar öruggara húsnæði, ok, það stefnum að því, hærri laun, já, er verið að hækka alltaf skattana þeir og minnka skattana hinum, við erum að laga það, þannig að sömuleyti er þessi taktur komin hjá þeim, en ég sé ekki að lausnina þeirra séu að þeir eru svo viljinn á þessari áherslubreytingu innan kerfisins, og ég náttúrulega hef ekki trúið að það gangi upp, og ég held að og ég meina, tala ekki viðri sem að þið vera með vinstri velferð og hægri efna, skrum, það er mest í populísku flokkur sem slæri Ingu og Sigmund út, því að þetta er bara dæmi sem að gengur enga veginn. Nei, ég var svo hissa þegar hún sagði þetta á þessum kappræðum, og svona, þú veist, seldi þetta og mér brá, ég sagði, vá, þetta er ótrúlega, má bara segja þetta, má bara segja bipp og búpp, nei, það bara actually má ekki gera það. Já, samt eitthvað góða kosningu. Já, það er ég er að segja það, en þú getur ekki sagt bara sólin er köld og tunglið er heitt, það er bara fárlegt. Nei, mér fannst þetta að vera dæmi veikleikan í kosningabaráttunni, að til dæmis Viðreisn kæmist upp með þetta bara, og allir fjölmiðlar vildu segja hún er alltaf í svo góðu skapi og eins og við eigum ekki að ræða alvöru mál. Í alvöru pólitík, þá er það nú, hvað er alvöru pólitík? Það getur ekki líka verið teygjanlegt hugtak. En við erum náttúrulega að fá svona frjálslynda miðjustjórn ef að þessi stjórn gengur eftir, sem að verður halla sér svona örlítið meira til hægri heldur en til dæmis Samfylkingin var, því að það er búið að vera að færa hana aðeins lengra til hægri. En hvað mun frjálslynd miðjustjórn? Það er svolítið happdrætt í rauninni hvað við fáum út úr þessu. Ég er ekkert viss að þessi stjórn, við fáum út úr þessu væntanlega atkvæðagreiðslu Evrópusambandið. Nei, heldur það. Já, ég held að það verði þarna niðurstaðan. Ég held að Evrópusambandið engan áhuga á að stækka. Nei, en við getum í rauninni haft atkvæðagreiðslu það, samkvæmt stefnuskrá þessara flokka, hvort að við eigum að stefni þá átt. Og það verður vantarlega gert. Það verður ekki atkvæðagreiðsla að hálfu Evrópusambandsins. Það verður heldur ekki atkvæðagreiðsla inngöngu í Evrópusambandsins. Nei, það verður atkvæðagreiðsla hvort að þjóðin vilji skiluru þarna fara í áframhaldandi eða hefja eitthvað innleiðingarferli. Evrópa er bara í svo miklu bara einhverju upplausn. Og ég held til dæmis bara Norðmennir mun hringja í Brussel og segja felið þessa umsókn bara þegar hún kemur. En þetta er sem mikið áhugamál Viðreisnar var áhugamál Samfylkingar að fara í þetta, og mér fannst í rauninni Kristrún hafa mjög skynsamlega afstöðu í þessu. Nei, hún sagði bara eins og rétt er að svona þjóðaratkvæðagreiðslur geta í rauninni, geta klofið þjóðina og fengi fram niðurstöðu sem er með einhverjum. Algjörlega. Já, hún benti öllum svo Brexit í því samhengi. Já, það þarf að ræða svona og það þarf að fara yfir. Þetta er mikið pólitískt uppnám og gríðarlega svona harðvítugt, Algjörlega. Og við þurfum að ræða, það þarf að vera svo vandað ferli í aðeins. Sem er óskaplega erfitt. Maður heyrir það bara hér, það verður strax svo mikið tilfinningasemi og yfirlýsingagleði hörmungarnar í Evrópu. Þannig að það er óskaplega, ég segi það bara. Og þarna, pólitíkin er ekki byggð á tilfinningum. Mér finnst alveg óskaplega erfitt. Ég bara er með djúpa analytíska sýn á heimsmál sem ég hef bara nært áratugum saman og hefur ekki með tilfinningar að gera. Nú, ég ætla nú að vona að það hafa eitthvað með tilfinningar að gera. En það er afskaplega erfitt, það er afskaplega erfitt að hafa málefnilega umræðu Evrópusambandið, kosti og galla og möguleika, því það fer alltaf í
sko, það er allir komin í skotgrafirnar eins og skotana, það fæst engin skynsamleg umræða. Hún fæst bara ekki. Mér finnst ég bara alltaf ræða miklu skynsemi Evrópusambandið. Ég bara skoða stöðuna í Evrópu. Ég sé bara meðferðina á verkafólki í Evrópu. Ég sé einmitt eins og Gunnar sem var að benda á bara upplausnina í evrópskri pólitík. Engin leið að vita hvert löndin í Evrópu eru að stefna. Gríðarleg félagsleg vandamál sem að birtast til dæmis í því að sífellt stærri hópur alþýðufólks fer og kýs flokka sem engum hefði fyrir ekkert svo mjög löngu síðan dottið til hugar að fólk væri að fara að kjósa. Og þar að leiðandi að grafum sig í Evrópusambandinu líka. Þetta er ekki að fara í skotgrafir, þetta er bara að skoða veröldina eins og hún er. Já, það skoða aðrir veröldina líka af skynsemi og komast kannski annar niðurstöðu. Nei, en það þarf allavega mjög vandaða umræði að draga sem ég efast svo mikið að við fáum. Ég bara því miður efast ég það. Mætti líka endurnýjana frá þeim sem að vilja að Ísland gangi inn í Evrópusambandið. Að til dæmis mér skil ekki akkur við erum alltaf að hlusta á það að íslenska krónan hefur fallið einhver 96% gagnvart dönsku krónun síðan 1920. Íslenska krónan er ekkert fallið gagnvart Evrópu evrunni síðustu 15 ár. Þannig að ég veit ekki af hverju við alltaf hlusta á þetta. Við alltaf tala einhverja húsnæði, evruvexti á húsnæðislán. Það er bara mjög mismunandi vextir á húsnæðislánum innan evrusvæðisins og við myndum örgulega lenda þar alveg upp í topp. Sammála. Þannig að það er teiknað upp Evrópusambandið svona laust til þess að forða því að við séum að ræða okkar eigið húsnæðiskerfi, að við séum að ræða bara okkar eigin efnahagsmál. En mér finnst alltaf sérkennið samt að ræða Evrópu eins og það sé bara versti staður á jörðinni, því að líklega er það nú samt besti staður jarðarinnar. Svona miðað við bæði afkomu, lýðræði og mannréttind og ýmislegt. Það fer vantla bara eftir í hvað stétt þú tilheyrir og hvort þú innflytjandi eða ekki og svo framvegis. Erfiðar að vera fátækur í Þýskalandi heldur en kannski í Afríku víða. Eða í Noregi? Eða í Noregi. Það er ekki Evrópusambandið. Nei, ég veit það Gunnar Smári, ekki Nei, ég meina að draga upp svona óskaplega neikvæða mynd af Evrópu, það er margt mjög neikvæð. Ein af ástæðan fyrir því að það mikið að fátæku fólki til dæmis í Afríku eru nú til dæmis glæpir og nýlendustefna Evrópu besta landsvæðis í heimi. En nú erum við búin að fá forsmekkin af því að þetta mál mun kljúfa þjóðina. Ég er ekki að tala þetta svona, ég er bara að segja. Og það verður engin skynsamleg niðurstaða af þessu Evrópu. En þá komum við að sjávarútvegsmálunum. Hvað kemur þessi ríkisstjórn til með að gera í sjávarútvegsmálunum? Það er svona annað sem hefur klofið þjóðinni í tvennt. Og báðir flokkar hafa lýst yfir einhverjum vilja, bæði Viðreisn og Samfylkingin hafa lýst yfir vilja til þess að taka á því máli. Og þannig að þarna maður hugsar þarna að það er mjög spennandi hvort að þau nái eitthvað þar. Því að hinir flokkarnir voru náttúrulega svona varstaða þessi kerfi og það sem að maður sér að það væri kannski eitthvað hægt að ná inn þarna. Það er eitt af því sem að áhersla sem að Kristrún færði til. Það var alltaf áhersla var fyrningaleiðin að kalla inn 5% af kvótanum og búa til þá nýtt uppboðs eða útdeilingakerfi. Viðreisn var í sammála því og að sömuleyti held ég að Flokkur fólksins geti gert það sem að leggur þetta meiri áherslu á krókaveðar og strandveðar og annað slíkt. En Kristrún hefur svona fært Samfylkinguna frá þessu og ég næ ekki alveg hverju stefna Samfylkingarinnar í sjávarútvegsmálum. Og ég menn hún hefur verið spurð að því og hún er mjög lungin að því að svona fara fram hjá þessu. Þetta sé bara þarna eins og svo víða það er lítið verið að tala svo sem hvar sem raunverulegar djúptækar róttækar kerfisbreytingar. Það er miklu frekar hvernig getum við bætt þetta innan kerfisins og svo bara ég verða að vitna aftur í kvennabaráttunni, við sögðum alltaf í kvennastunum að það væri menningin sem þyrfti að breyta. Því að það væri alltaf verið að biðja konur að aðlaga sig menningunni og þarna bara vera samkeppnisfærar í menningun sem fyrir væri í stað þess að breyta. Mér finnst við vera á þeim stað í pólitíkinni það á í rauninni geta breyta svona hugmyndafræði eða djúptækt það á að laga og svo hefur við öll að lifa aðeins betur með því. En maður vonar kannski að þessi ríkisstjórn af því að báðir þessir miðjuflokkar hafa lýst yfir einhverjum vilja til þess að breyta þessum kerfum að það geti verið það góða sem að kemur út úr þessu en þau geti, ég samt efast það, ég óttast svolítið að við fáum sem sagt sama grautin í nýjum umbúðum en þarna ég vona
að það verði einhverjar kerfisbreytingar. Kannski er það Ég vona ég held að líka. fólk vilji það. Já, ég held að það sé nefnilega krafa það og ekki bara tilfæslur heldur einmitt sko raunverulega breytingar. En það verður mjög erfitt að breyta til dæmis að skattkerfinu með viðreisn innanborðs þannig að og þarna ná meiri tekjum af til dæmis þarna ná einhverjum þarna hærri fjármagnstekjum eða tekjuskatti eða auðlegðarskatt eða eignaskatt eða hvað hefur verið, ég meina það verður erfitt. Ef við tökum það sem að sigra, þá það bæti við þessi 10,9% stigum Samfylkingin. Síðan kemur Viðreisn undir stjórn Þorgerðar Katrínar. Síðan kemur Miðflokkurinn, en hann með 6,7% stig. En hann fór svo langt niður síðast að það svona, en hann samt yfir því sem hann hefur verið. Hann í 12,1%, var hæstur í 10,9%. Viðreisn eins og í 15,8%, fór hæst í 10,1% held ég. Og svo það Flokkur fólksins sem að bæti þessi 5% stigum. Langmestu leyti út á landi, ég held að þetta ekki ævintýralegt í Suðurkjördæmi. Besti Ísland. Fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Ég held að þetta sé persónu fylgi við hana. Það kemur inn með henni Sigurður Gísli Pálmarsson. Sigurður Helgi Pálmarsson. Já, sonur Pálma Gunnarsson, söngvara. Og Þuríða Sigurðardóttir. Og hvað? Og Þuríða Sigurðardóttir. Já, söngkonu. Já. Þannig að þetta stór sigur fyrir Flokk fólksins sem með 13,8%. Og Sigur einstaklega glaðlindum maður. Já, og það ríkir það mikið glaðlindi og það vantar hjá Flokki fólksins. Það svo mikið verra að geta hlegið aldrei. Og það var eins og minnst þess að fólk sé að tala sig inn á ríkisstjórn Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins. Og það verður þá, kannski verður Þorgerður forsætisráðherra, af því að fjármálaráðherra er valdamesta embætti í ríkisstjórninni. Það bæði efnahagsráðherra sem var alltaf í gamla daga tilheyrði forsætisráðherra, en nú hafa flutt yfir í fjármálaráðherra. Og miklu valdameira embætti af því að forsætisráðherra, því tekja eftir þessu að þeir alltaf reyna að taka efni með sér, eitthvað svona mál, vegna þess að það eiginlega ekkert inn í forsætisráðherra, ekkert mál sem átt að, en þú verkstjóri og átt að halda hópnum saman einhvern veginn, en þetta ekki, þetta allt öðruvísi staða. Katrín flutti jafnréttismálin til sín. Já. Sigmundur Davíð Torfbæi og eitthvað svona menningar fornminja. Það satt. Já, gamla kirkjugarð og Torfbæi. Því miður verður að segja mér þarna stundum ég finnst það við þetta sammál ímsið sem að þannig við sagt í samtíð skipulagsmál. Sigmundur Davíð, það verður hann að sérstaklega í gamla daga sko. Já, ég meina nei, hann mótbætti nú mikið öllum þessum hryllilegu steinbáknum hérna niður við hörpuna, þessu hryllingi sem búið að reisa það og Alþingishúsinu nýja og staðsetningu Landspítala sem alltaf tók þetta frá upphafi til enda og sýnir sem alltaf sko núna þegar Seltjarnarnes er að koma og segja sko við komumst ekki eins og spítalan þegar bara ein mjó gata bara hringbrautin. Ég meina þetta var alltaf svo mikið glabræði og að gera þetta það er ótrúlegt. En hann var líka mótið þarna. Menn verða að fá að eiga þess að eiga. Það er líka það eina. Hann með smiðju, nýja húsi Alþingis, þar vildi hann taka upp gamla tekningu eftir... Já. Hún var nú forljót. En allavega... Það er nú annar mál. En allavega þarna, vonbrigðin eru þau að það er náttúrulega ekki að breytast mjög mikið hlutföllin þarna frá sem sagt við erum ekki að fjölga mjög mikið í þeim hópi sem að vill þarna meiri félagshyggju og svona annan samfélagssáttmála því miður. En nú verður vinstrið að fara heim og endurskipuleggja sig. Já, vinstri verður nefnilega að gera það og það verður að hætta þessari þarna betru leiðinlegu orðræðu og niður yfir og fara einhvern veginn svona meira að vinna saman. Það er hluta vinstrinu sem að við leggur áherslu á sem að verið kallað hér svona identity stjórnmál nýfrjálsíkjunnar. Það er bara þannig. Þau verið kallað hvað séru? Identity stjórnmál nýfrjálsíkjutímans. Það er bara þannig. Það er hluta vinstrinu sem að vill endurskipuleggja sig og horfa á það sem að sko almenningu þarf helst á að halda og sósíalistaflokkur var stofnar ekki það og ég held að það hefur haft áhrif til dæmis á stefnubreytingu Samfylkingarinnar. Það er margt sem að Samfylkingin er að gera, það er bara endrómur, þú veist við þekkjum alveg sömu setningarnar sem við vorum að móta hérna fyrir sko 6 árum og 7 árum
árum. Þannig að við erum líka orðið sögum við að vinstrið klofið á þessu leyti. Það hópur í vinstrinu sem að taldi sig geta átt þessa hreyfingu og sveikt hana inn í að við ættum ekki að vera að berjast fyrir húsnæði og bættum kjörum og öðru slíku þegar maður svona bara til þess að halda þeim kjósendu góðum einhvern veginn, en við ættum að vera að leggja áherslu á svona önnur mannréttindamál. Þetta mjög sterkt inn í Pírötum með svona að þetta sé svona mannréttindahreyfing og líka inn í VG að vinstrið raunverulega umhverfismál og þá í þeirri merkingu að við þá ekki að vera að sinna hinnu að það það held ég hafi aldrei verið. Ég held að umhverfismálin eru í rauninni velferðarmál framtíðarinnar líka. Við verðum að horfa á það. Og snertir alla málaflokka. Það eru náttúrulega risavaksin krísa sem farin af stað að víða í heiminum. En mér langar að segja ég sammála. Vinstrið, þessi hluti vinstrisins hefur fjallað umhverfismál og á þessum ráðstöfnum, þessum koppráðstöfnum, það sem hugmyndin einhvern veginn að við í samvinnu við kapitalistana sem eiga stjórna samfélaginu náum einhvern veginn að milda hjarta þeirra þannig þeir eyðileggja ekki umhverfið. Smári minn, ég held að þú hafir eitthvað aðeins miskilið þetta. Er þetta fólk á þessum ráðstöfnum að vinna með kapitalistunum? Hvaða fólk ertu að tala? Ég bara... Þessar ráðstefnur eru þannig að það koma rosa mikið aktivistum, mikið af fólki frá því sem kallað The Global South og svoleiðis og þau koma og reyna að ná í gegn raunverulegum fjárframlögum og en svo eru náttúrulega vestræn pólitík og svona og heimsvaldapólitík og svoleiðis. Hún náttúrulega kemur og einmitt vill vera í þessu svona samstarfi við eigendur atvinnutækjanna. Þá var þetta ríkisstjórn líka með eitthvað svona samninga við alla atvinnugreinar. Og þetta fólk mjög ósátt við niðurstöðnar. En maður langar að segja að þetta, það vinstrið það er þetta í svona identity-pólitíkin sem greinilega bara höfðar ekki lengur til fólks þannig að það geti... Viltu skýra þess nánar hvað þú átt við með identity og fólk? Ég skil alveg orðið identity, en ég veist bara gott að bara segja þessi svona íslensku. Hvað heitir það? Sjálfsmyndarstjórnmál á íslensku. Bara nota svo svo. Sjálfsmyndarstjórnmál. Gagsætt og fínt orð. Já, ég bara hef aldrei notað þetta orð, en ég skal reyna að nota það núna. Ég held að þetta er sjálfsmyndar sem sé sjálfsímyndarstjórnmál, en ég held að þetta það ekki. Allavega sjálfsmyndarstjórnmálin og svo þú veist þessi svona ekonomíski fókus að búa til samfélag sem að virkar fyrir fólk og þar sem að það mikilvægasta sem að ríkið gerir er að deila afrakstrinum í jöfnum hætti og svo framvegis. En vinstrið það líka passa sig á því að fara ekki fram og segja bara eitthvað svona allt fyrir alla, alltaf. Þú veist, það heldur ekki trúverðugt fyrir neitt. Fullorðið fólk á vorum dögum, það kaupir þetta heldur ekki. Og þetta hljómar auðvitað fyrir fullorðið fólk á vorum dögum sem svona fyrst barnaskapur. Þetta er rosalega svona naíft og þetta það þarf að selja kjósendum að þú hafir eitthvað meira fram að færa en bara þetta allir fái alltaf allt sem þeir vilja. Við verðum alltaf megum ekki dætt í populismu. Nei, og þetta er ekki einu svona populismu, þetta er bara eitthvað svona barnaskapur og þetta getur alveg verið svona heillandi að vissu leyti en þetta er ekki það sem að mun hjálpa alvöru róttæku vinstri að fá kjósendur, bara alls ekki vegna þess að venjulegt fólk veit að heimurinn er flókin, það er mjög erfitt að breyta kerfum, það er erfitt að fara og ætla að ná raunverulegum árangri þannig að það þarf þá að tala hlutina þannig, það þarf að viðurkenna og segja með skýrum hætti. Hlutirnir eru flóknir, við erum að takast á við mjög raunveruleg vandamál, það er gríðarlega mikið valda ójafnvægi í samfélaginu. Hvernig ætlum við að laga þetta valda ójafnvægi, hvernig ætlum við til dæmis að tryggja það að það sé hægt að hækka fjármagnstekjuskatt, það sé hægt að ná árangri í sjávarútvegsmálum og svo framvegis og manneskja sem getur útskýrt þetta með svona greindarlegum, djúpum en þó aðgengilegum hætti, hún fær atkvæði, manneskja sem að kemur og segir bara allir mega bara fá allt sem þeir vilja alltaf, ókeypis, hún fær ekki atkvæði.
Hún fær ekki Nei, allt. hún heiti Inga Sæland reyndar. Já, en þetta er frábær. En hún segir meira. Þetta er frábært sem þú ert að segja, Sólveig Anna, og þetta er algjörlega hárrétt. Ég vona að það ekki mókast. Þetta er bara að hugsa kannski, þetta er orð sem kannski ekki allir skilja. Þannig það segir að hugsa En ég vona ég hef ekki verið að tala niður tíðin. En sko, það er líka þetta að sætta sig við að hlutir verða líka að gerast í skrefum. Það er bara heljarstökk bara þau ganga ekki og þess að verður vera kannski umburðarlyndi stundum að sko ekki alltaf að tala svik og það er þessi orðræða þessi orðræða að vera bara jákvæður í orðræðinni bara þú stígur eitt lítið skref og aðeins bara og fókusera á og þú þarft ef þú ætlar að byggja upp hérna einhverja pólitíska inneign og ná árangri þá þarftu fyrst að ná einhverjum árangri og einmitt, þú getur ekki bara borðað alla kökuna í einu þú getur ekki bara sagt, ok, ég ætla bara að redda nýju Breiðholti eða bara gera þetta, þú þarft að byrja að ná árangri einhvers staðar og þá fyrir fólk að treysta þér og þá vil fólk fara að starfa með þér þá getur þú ná meiri árangri næst og það tekur tíma það tekur tíma, heldur betur það tekur bara tíma og það þarf marga sem eru duglegir það þarf marga sem eru klárir, það þarf marga sem eru útjónarsamir, það þarf marga sem að gefast ekki bara strax upp við mótlætið og þetta er bara erfitt. Við bara ætlum að benda á hliðstæðu þetta að góðir hlutir gerast hægt tvíli krísi að segja svona þetta leiðileg krísi. Nei, en þú segir sko þetta, menna að mesta bylting líklega bara mannkynssögunar en náttúrulega bara kvennabyltingi sem verður átt í staði undanfæri svona cirka, skulum segja 150 ár frá því og hún hefur svo sannarlega gert hægt og rólega og skref fyrir skref og það verður ekki við úttelt einum blóðdropa og það hefur sko orðið hlutskipti kynslóð eftir kynslóð að bíða eftir meiri árangri og við enn bíðum við en vinnum að því og þannig eru raunsæ stjórnmál og breytingar. Ég var mjög barnaleg áður en að ég byrjaði í verkalýðspólitíkinni og einmitt með rosalega svona kröfur á einhvern veginn fullkomleika. Já, að allt yrði að gerast, ætti að vera fullkomið og einmitt, þú veist, ef það var ekki þannig þá voru það bara svik og prettir og svo hef ég tekið þátt í mjög flókinni alvöru pólitík þar sem að ég hef þurft að takast á við erfiða andstæðinga og ég hef sjálf þurft að gefa eftir og breyta einhverju stefnu, breyta ferðalæginu og þetta þarf líka fólk að horfast í augu við og einmitt ekki alltaf byrja bara eitthvað að gagga og gúgga, svikari, aumingi, helvits fíbl, ekki gera þetta. Ég held að þetta svikatal selji heldur ekki lengur. Ég held að alveg svo róurinn seldi ekki. Nei. Sem var gegn degi við ekki sinni. Það var alveg það er bara ekki áhrifaríkt svona róur. Svo kærðu þeirra til héraðssaksóknara fyrir það Dagur sagði kjósendur Sjálfstæðisflokkinn strýkið bara yfir mig. Þá myndi eyðileggja atkvæði sitt og þeir eru búin að kæra hann til héraðssaksóknara. Hér að svenda þetta. Við ætlum að gera hlé og fá nýja gesti að halda áfram að ræða En við vorum ekkert komin að flokki fólksins og Ingu Sæland allir því. Jú, af og til. Það fer engin svona þáttu fram ef maður tala Ingu Sæland. Það kemur annað fólk hérna og tekur við keflinu. Þakka ykkur mikið vel fyrir þáttökuna. Þóra Kristín og Sólveig Anna. Takk, gaman. Já, er það ekki? Jú. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman.
Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, sæl á ný, við ætlum að halda áfram að tala um kosningarnar eða kosningaúrslitin og hjá okkur núna eru Karin Hjartarsdóttir, Ásgeir Brynjar Torfason og Helga Vala Helgadóttir. Við erum velkomin. Takk. Við tölum svolítið lengi á þann eða byrjuðum að tala um hvernig farið fyrir vinstrinu en svo mér langar að byrja hérna sjálfstæðisflokkinn, vann hann varnarsigur eða þetta bara alveg ómögulegt á hann? Það var náttúrulega snill bara að kalla til kosningar svona skyndilega fyrir hönd flokksins og stöðunar. Annars vegar til þess að sleppa við að þurfa að standa fyrir efnahagsvandræðum sem mögulega eru fram með vorinu. Þó að Sigurður Ingi telji nú að það sé alltaf fara til betri við ársíðan getur alveg gerst. Við erum í þannig punkti í heimshagkerfinu og í hagkerfinu hér að það getur alveg farið á báða vegu. Þannig að það er svona þetta bæði fara frá því að þurfa að standa við hinnar illilegu afleiðingar þessar vandræðana úr þessari stefnu sem hefur verið og hins vegar, bara er náttúrulega augljóst að það var orðið óbærilegt bæði innan stjórnarsamstarfsins og innan flokksins þannig að hann bara það vel með þessu og svo í leiðinni slátrar hann vinstrinu bara með að búða svona hrætti kosninga. Já, en sem þau að tala um svona efnaðs ástand sem getur orðið með vorinu, það vegna verka ríkisstjórnarna fráfarandi? Eða þetta eitthvað utanakomandi sem að... Það er bæði, það er alveg rétt, maður verður að vera smá auðmjúkur svona daginn eftir þegar hasarinn er búinn. Að auðvita var fullt sem að þau gerðu vel á þessum 7 árum í gegnum COVID og í viðbragði við Grindavík og þess aftar og auðvitað kostaði það allt saman fullt en önnur lönd eru búin að vera í því líka þannig að bæði varðandi COVID-kostnað og varðandi stríðs- og varnarkostnað í staðin fyrir eldgos en hins vegar það sem þau gerðu síðan til þess að bregðast við efnahagsvanda heimilanna og þessum neðri helmingnum var allt of lítið og allt of seint. Þannig að það var allt rétt sem þau voru að gera í haust en það hefði þetta að gera það í fjárlögunum í fyrra og byrja á því í fjárlögunum í hittifyrra. Þannig að ég skil alveg Sigurður Inga, ég var nú að horfa á RÚV samtali við þau áður en ég kom hingað þannig að ég skil alveg svekkið hjá honum og hann vildi nú ekki sína en auðvitað er hann örugglega furious út í bjarna fyrir að sprengja núna því þau náðu ekki að klára fullt af málum sem voru í grænbókum og undirbúningi og frumvörpum sem að hefði litið ágætlega út fyrir svona allavega á pappírónum í vor og auðvitað voru tölunar farnar að fara í rétt átt þannig að það er alveg skiljanlegt fyrir hann sem kemur inn í fjármálaráðuneytið og reynir að taka til og reynir að gera hlutina en hvort það hefði dugað, það er það sem ég er ekki alveg viss og hvort að það sér ég held að þau hafi hreinlega verið blekkt með vanda meðaltalana að þau bættu svo mikið ástandið og efnahagsstöðuna hjá efsta fjórðungunum, þú veist, þau bættu við 10% ríkustu alveg hann að öðrum 10, jável rúmlega það prósentum sem bara draga meðaltali svo vel upp að því að þar var ekki skattlagt neitt og veitti styrkir í rafmagnsbílakaup og svona að þau sáu ekki vandan sem var að sópast sem sagt frá miðjunni niður í
lægsta fjórðunginn og sem var vaxandi og þannig að mér datt svona í huga að þetta væri ekki sko the economy stupid heldur the inflation stupid sko, það var bara verðbólgan sem var farin að býta á næsta fjórðunginn eða næsta þriðjunginn svo harkalega að það sáuðu bara ekki fyrir nú of seint í efnahagstölunum, í meðaltölunum, í hagtölunum. Þannig að vanhæfni. Og svo bara flyggist það fólk á Ingu Sæland í staðinn og vinstri splundrast. Það er einhvern veginn svona mín grófa staða svona eftir hádegisumræðunar á RÚV eftir kosningar. Já, sko, ég skil alveg svekkjelsi allra og þetta var Svandís ekki í þessum panel áðan á RÚV en það VG dottið út af þingi og þannig að það voru 6 flokkar sem mættu en sko ég veit ekki alveg það er svo auðvelt að segja núna eitthvað Bjarni gerir óleik og allt þetta en sko hvaða stöðu var Bjarni í þarna á þessum tímapunkti þegar VG er búið að samþykkja ályktun stjórnarslit í vor og kosningar þau augljóslega gíra sig upp í harða stjórnarandstöðu innan ríkisstjórnarinnar og orðið alveg ljóst að sko það fjárlög myndu mögulega ekki einu svona komast í gegn og það, þú veist þá eða mögulega fjárlög komast í gegn í mjög miklu miðjumóði í mjög mikillir samningaviðræðum við VG og Framsókn allir komnir í kosningagýrin Framsókn farið að gefa út gúmmítékka alveg hægri vinstri og það í sjálfu sér hefði líklega fælt kjósendur Sjálfstæðisflokksins mjög hratt frá ef að það hefði enst fram á vor. Þannig að ég meina þú veist, ég held að hann hafi í rauninni ekki getað klárað þetta. En var þetta pólitískt harakýri þá hjá vinstrigrænum? Já, þetta var í rauninni tillagan inn á flokkstjórnarfundin var í rauninni banabitin, vil ég meina af því að forystan hafði engin spil á hendi og hún gerði eiginlega það versta í staðin fyrir að samþykkja bara stjórnarslit núna og geta komið út og reyna einhvern veginn að krafla þá í einhver nokkur prósent með því að hafa slitið þessari ónýttu ríkisstjórn að þá gerðu þau eiginlega hvort tveggja að samþykkja núverandi ríkisstjórn og segja bara já, við ætlum að vera svo ábyrg að við ætlum að halda áfram í þessari ríkisstjórn en við teljum samt að þetta sé sjálfdautt, það sé ekki að vetursetandi þannig að það verði þá að slíta á boði til kosninga í vor og þar með í rauninni VG búið að eigna sér áframhald ríkisstjórnarinnar en á sama tíma kálinni og fær ekkert fyrir það. Nei. Og Bjarni fær eitthvað fyrir að kála þessari sjálfdauðu ríkisstjórn í rauninni þannig að þetta var í rauninni alveg svakalega vond tímasetning fyrir þessa ályktun inn á þennan fund af því að þau einhvern veginn stökku þá bara ekki á það og segja bara ok, slítum það bara þau hefðu mögulega geta fleytt sér yfir 5% með því þannig að þú veist ég held að ég held að Karin. Ég velti bara fyrir mér þegar þessi tillaga kemur og þau svona og hinga til þá hafa nú flokkar bara ályktað ýmislegt á sínum fundum án þess að það verði, þetta er þetta alvarleg tillaga en enga á síður með vorinu, ég meina það stóð svo sem til að kjósa hann á hvort vorið eða haustið, það var ekkert svona Nei, en tillagan var slíta núna Já. Það er tillaga. Akkurat, en var þá ekki tillaga en það er svona ég ætla að segja með stjórnina var það ekki til þess að geta klárað einmitt fjárlögin. Þannig það var svona að reyna að ljúka þeim verkefnum sem lágu fyrir. Nei, ekki bara fjárlögin, þau ætlu bara að vera þá fram á vor. Já. Það eru auðvitað allt annað til að klára þingið, þingveturinn. En manni fannst þetta,
en mann fannst þetta svona einmitt til að ljúka þeim verkefnum sem lágu fyrir. Já, en í staðin fyrir þá að eignast það að hafa sprengt þessa ónýttu ríkisstjórn, að þá sitja þau uppi með það svartapétur að hafa eignast í ríkisstjórnina, samþykkt að vera áfram í þessari ríkisstjórn og í rauninni vera svo alla kosningabaráttuna að tala hvað þetta hafi nú verið glataðu gæi þessi Bjarni. Þau voru búin að vera 7 ára í þessu hjónabandi, voru búin að endurnýja heitin og svo fara bara bæði Framsókn og VG að tala hvað þetta var allt ömurlegt og maður bara, heyrðu, þetta ótrúverðugt. En VG voru í klemmu, ekki? Þeir eru búin að vera undir 5% lengur heldur en að bara frá því að Katrín fór. Já, það var náttúrulega merkilega í viðræðunum í RÚV í gærkvöldi að Svandís sagði alveg skýrt þetta. Hún sagði síðan í maí, en það er náttúrulega augljóst að hún var að vísa í að flokkurinn var drepinn í vor og hérna. Hún var nú einhverjum þetta svona réttlætt í sína stöðu að hún hefði bara verið formar í 2 mánuði. Hún er náttúrulega búin að vera í fórustu flokksins og stutt Katrínu í bara einu og öllu í tilforsetakjörs og ég veit ekki hvað eina. Þannig mér fannst þetta að vera svona, hún var frekar að reyna að gera sinn hlut fegri heldur hún væri með greiningu og stöðu flokksins. En hún átti bátt í þessari kosningabaráttu. Þetta var vonlaust á upphæði. Já, og mistiðu sig þarna með því að neita að fara í starfsstjórnina og það að búa til þess að kannski hefði hún átt að vera að mæta þessari tillögu sem var á flokksþinginu, bara að hörku og hafna þessu og segja að við ætlum bara að halda áfram í ríkisstjórninni í staðinn fyrir að búa til þessa málamyndun sem að Bjarni notaði sem tilefni, segja að ég get ekki látið bjóða með þetta að við slíti ríkisstjórninni en ætla að stilla kosningum þegar einhver hendar, ég bara kýst þegar mér hendar. En hvað ef sagan er reitt, en síðan það sem er eiginlega, mér fannst einna merkilegast líka er að að það er Inga Sæland sem sópar til sín öllu vinstrinu með því að lofa 450.000 króna. Já, samt Ég aðeins varðandi hreyfingar og fylgi. Við vorum með kannanir sem að sýndu miðflokkin í 17%. Hann fær 12%. Þegar að fór að líða á kosningabaráttunum það kom í ljós að það var kannski ekki alveg innegg fyrir þessari stöðu Sigmundar. Ég menn hann átti ekki góða svona síðustu viku. Nei, ég leti svo kjáni. Það var mjög, hann var ekki að draga til sín atkvæði. Þetta er fylgi sem hafði farið frá Sjálfstæðisflokknum líklega, en það lag ekki tilbaka. Heldur lag það frekar yfir á Flokk fólksins. Ég myndi telja að þessi svona uppsveifla í lokin hjá Flokki fólksins hafi komið þaðan. Vinstrið sem að stóð frammi fyrir því að það voru 3 flokkar sem að voru tæpir á þeir ná inn, sósíalistar, VG og Píratar, að það náttúrulega fólk fór frá þeim og það sést bara á niðurstónum að sveifla frá þeim af ótta við og það var svolítið hamrað á þessu síðustu dagana. Það mátti sjá, annars fellur það dautt niður eins og við ræddum áðan, en síðan held ég að séu svona cirka 4% af því sem er á Samfylkingunni, sé fylgi sem að kemur þaðan. Því að Samfylkingin kemur umverulega miklu betur út miðað við skoðanakannanir en það nokkuð tíma gert og það er fyrst og fremst út af þessu. Það eru atkvæði sem að venjulegum ef við værum ekki meina 5% röskuld, hefðu bara farið á VG. Þetta eru þetta svakalegt hvernig atkvæði Reykvíkinga falla þarna niður og það er bara kosningakerfi, þetta er bara brútal að það eru tæplega 14.000 manneskjur sem að greiddu atkvæði í kosningunum í gær. Atkvæði þeirra fella niður. Ég er að segja þetta því ég held að uppbyggingin á fylgi Flokksfólksins sem er glæsileg sé ekki í rætur að rekja vinstramegin. Nei, ég er samanlega. Ég held að það sé gamla alþýðu fylgi sem að kaus alltaf Sjálfstæðisflokkur. Þetta er líka hluti af Framsóknarflokkur er hrínur og hvert fer það fylgi. Það fer ekki allt yfir á Viðreisn og Samfylkinguna, það vil líka yfir á Flokk fólksins. Þannig það er, ég myndi vara við að segja að Inga Sæland sem er náttúrulega segist vera jafnaðarmanneskja en líka hægri manneskja í svona áherslum að hún sé það við tekið vinstri. Já, því það var búið að tala mikið að það hefði verið hrun vinstrisins og auðvitað voru þarna 3 vinstri flokkar sem komist ekki inn á þing en þeir flokkar hefðu náttúrulega þeir hétu vinstri grænu sósíalista Píratanir þá hefðu þeir fengið 9,3 sem er svona VG fylgi svona almennt og svo var ég að horfa á þetta og prófa að skipta þessu niður í 3 hópa, vinstri flokkar, miðjuflokkar og hægri flokkar og þá koma út eiginlega mjög svona svipaðar stærðir. Þetta er svona
En hvar setur þá flokk fólksins til þess? Ég set þá á miðjuna því þeir koma sér ekki saman hvort þeir séu til hægri eða vinstri, þannig hljóta enda þar. Ég set Viðreisn þar að því þó þeir segist vera hægra megin við miðju og Framsókn það bara þeirra hugmyndafræði á miðjunni og það stærsti hópurinn, ef við reknum þetta saman, þá miðjan með 37% rúmlega, vinstri vængurinn, þá með Samfylkingu og vinstri grænu Pírata sósíalistunum, þannig með rúm 30% og hægri vængurinn með 32,5%. Þannig við erum í rauninni með 3 býsna áþekka hópa, þannig ég get ekki séð einhverja sérstaka sveiflu til hægri eða vinstri eða miðjuna, sko. En vinstrið en það að því það splundrað til einhverjar endurskoðunar. En það kannski við fáum með þessa 3 litlu flokka eða sem sagt að því VG hefur kannski hvorki verið að uppfylla kröfuna sem þeir sett á sig sjálfur að vera til vinstri eða grænir. Smári, þú sagðir að vinstri verður að bara endurskoða stöðu sína. Ég meina ef þetta kosningakerfi, þetta bara sama og við værum í einmenningskjördæmi, að þá ertu bara með 2 stóra flokka og þá bara skipulegur baráttuna innan breska verkamannaflokksins og kannski verða bara þessi flokkar að koma saman og hvernig ætlum við að ná einhverju stöðu út úr þessu kerfi sem hérna. Ég meina þetta gerði fólk í Reykjavíkurlistanum og það færði sig út í önnur sveitarfélög og annað slíkt. Fólk verður bara að horfa á þetta kosningakerfi sem við höfum. Við erum með einhverja stöðu þar sem að við verðum eiginlega að búa til eitthvað svona bandala til þess að ná meiri árangri. Svo það náttúrulega. Og svo það líka annað sem að mér finnst vinstri að vera að hugsa. Það svo margir vinstri sinna kjósendur sem að velja flokka sem að segjast fyrir kosninga að vera eitthvað bæði vinstri og hægri og allt þetta. Það sem að forustan miklu hægri sinnaðri heldur en kjósendur og það sér maður bara í kosningaransóknum að til dæmis það bara alls konar vinstra fólk sem að kjósa Viðreisn þótt að Viðreisn sé bara ég vallaði miðjuflokk það var náttúrulega eitt af snildar bróðum kosningabaráttunar held ég hjá Þorgerði Katrínu að fá borgarstjóra forsetaframbjóðandan Jón Gnarr sem sagðist vera sósíalisti og þar með þú farin að flokka Viðreisn sem miðjuflokk og ég tek hafa auðvitað alltaf sagt að þau séu hægra megin við miðju í miðjunni og ég er vinstra megin og ég meina flokkur fólksins sem fyrirverandi vinstri græna og bara alls konar blöndu en þetta eiginlega vandinn og ég tek tilbaka þá að Inga hafi sopað til sín vinstrinu en það bara kosningakerfi sem slátrar vinstrinu það kosningakerfi sem slátrar vinstrinu í reik þarna þessir 14.000 þetta ekki kjósendur það hverfur náttúrulega ekki nú þarf bara hreyfingin þarf að endurskipuleggja sig en það var náttúrulega þessir 3 vinstri flokkar sem fjallu út það var auðvitað ekki tími kannski til að stilla saman strengi en Píratar, sósíalistar og vinstri græn ég held að það sé mjög auðvelt að samþætta þessa flokka málefnalega sko. Ég veit ekki, það náttúrulega alls konar fólk inn í þessu og það en þú veist það alveg að flokkur fólksins ábyggilega með miklu dreifðari bara málefni innan sinna raða sjálfstæðisflokkurinn það var nú gerð tilraun í aðdraganda kosninganna að búa til græningjaflokk þannig að það inn í þessum hópi fólk sem að vill bara búa til flokka utanum einhverja sínar áherslur þannig að ég veit ekki alveg hvort það sé raunverulega vilji til þess að róttæku sósíalismi sem að mótaði íslenskt samfélag á síðustu öld og VG sömuleyti átt að halda á þeim kyndli hvort að það sé útbreytur vilji innan Pírata eða VG að halda þeim kyndla á lofti róttækrar sósíalíska verkalýðshreyfingar. Já, en svo það auðvitað líka þannig að Samfylkingin keyrði auðvitað líka mikið á svona verkalýðshreyfingunni og hefur gert undanfarið og þessa vikuna þá töluðu mjög mikið dauðu atkvæðin það mætti ekki sóa vinstra atkvæðinu, þau voru með auglýsingar til fólks að sóa ekki vinstra atkvæðinu sínu á þessa flokka. Ég held að það hafi verið mjög skaðlegt fyrir þessa flokka. Ég held að það hafi haft áhrif. Líka Kristrún tala mjög til vinstri síðustu vikuna. Já, hún gerir það. Hún bara sá hana bara færast til vinstri. Já.
hún gerði það. Og það bara til þess að fá atkvæði, sko. Hún var ekki að færa sig til vinstri. Nei, ég meina, hver ekki að tala til þess að fá atkvæði? Ég meina, halló, Inga, ég meina, brilljant hjá henni. Þú veist, Inga Sæland vinnur út á það að lofa 450.000, meðan að sósíalistar sem voru með ábyrga stefnu og ekki að fara að lofa inn í verðbólgu eða kosningalofur, að tapa á því að vera með ábyrga og skynsamlega. Sósíalistar hefur tapa ekki, ég heldur því til haga, við erum bara nákvæmlega saman stað. Já, en allavega, komast ekki inn á þing, það eru þetta. Öllum finnst þetta leiðilegt að Sanna hafi ekki komist inn á þing. Bara öllum sem ég tala við og öllum í þættinum í gær og þetta En ég held að við höfum sko sigluð þolinmæði til að halda áfram, en það er spurning hvað verður Pírata. Ég fór og fletti hérna með að vorum að tala að þeir eiga bæjarfulltrúa 3 í Reykjavík og 1 í Kópavogi. VG er bara með 1 bæjarfulltrúa hérna á Suðvesturhorninu í Reykjavík. Og lendir VG ekki undir fjárstyrk? Jú, fær ekki pening. Sem að hérna er reyndar ekki stór styrkur sko að því að þingflokkarnir byrjaði að taka svona til sín 20 milljónir og svo er restinni dreifð. Þannig að Píratar til dæmis er að fara úr 6 þingmönnum og svona, allir hafi ekki verið að fá svona 80-90 milljónir á ári. Það verið að detta niður í kannski 14. Þetta er bara allt annar veruleiki og erfitt að sjá hvernig sko hérna er þetta reka kerfið áfram. En svo veltur ég með henni að því ég var að horfa á leiðtoga umræðunar og RÚV áður en ég kom hingað og ég var búin að hlusta á svona þessa viðtalsþætti morgun viðtöl við formenn flokkana og ég hugsaði, ég ætlaði alltaf að þekkja röddina í Ingu Sæland, sko, hún var svona hófstillt og það var augljóst að hún ætlaði fara í ríkisstjórn. Ekki alveg út allan RÚV þáttinn þó. Nei, svo sest ég og horfa RÚV og hún byrjar strax að semja niður, svona gefur til kynna hún sem byrjaði að semja niður þessar 400 eitthvað þúsund krónur og það lækkar að 11.000 og svo það líða tekur á þáttinn, þá svona byrja leikar að æsast og ég hef aldrei séð þátt held ég sem svona kallaði jafn sterkt á mig nú er stjórnarkreppa. Já. Og Inga Sæland er sko lykillinn í stjórnarkreppu. Hún bara... Hvað meina með því? Við skulum gefa þeim það að þau voru öll ósofin og svona, en þetta var, það var dálítið furðulegt andrúmsloft þarna inni. Hún sagðist alveg ætla að verða hörð á 450.000 og Sigur Ingi er búin að tala um að og Bjarni svolítið líka, ef að hana vilda vinstrið kemst nú að völdum, flokkandi þá Ingu sem það hann var að tala um þá sem sagt viðreist samfylking með flokki fólksins, að þá bara ríku verðbólgan upp og svona og hérna og Inga fór þá að gera sér stjórntækari með því að vera ekki bara búin að vera sína hún getur samið og gert málamiðlanir. Já. En þetta var alveg sama tilfinning og ég fekk sko. Og þá bara gæti ég vel sko maður sá líka augnaráði á hinum leiðtogunum en þá getum við líka verið með sko samfylkingu Viðreisn og Sjálfstæðisflokk með 40 þingmanna meirihluta. Það er líka bara eitthvað og það er bara eitthvað allt annað kombó sko. Það er bara eitthvað hrunnstjórn. Hún er ekki í samstarfið Sjálfstæðisflokk. Jú, ef að Bjarni myndi til dæmis hætta núna þá væri Þórdís Kolbrún komin í oddvitann. Hvað sagði Samfylkingin sjálfa sig á sínum tíma? Þá reyndar myndi Jón Gunnarsson dettin, ég er ekki viss um að hann yrði svona spakur köttur. Ég ætla að minna á að Samfylkingin seldi sig þessa hugmynd 2007. En nú væri Davíð hættur og Geir komin og það var allt í lagi að mynda ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Og við fengum bara, þú veist, við fengum efnaðslega hörmunga bara yfir okkur. Og það verður mjög spennandi, ég var að hugsa það, því ég var búin að skrifa... Það var nú samt vandi sem var búin að hlaðast upp og var ekki kannski... En Samfylkingin gerði ekki neitt til þess að mæta honum í þeirri vísu. En mitt út frá því var ég að hugsa í morgun, sko, að það verður spennandi að lesa æviminningarna sem koma vonandi ekki eftir 15 ár, heldur svona á næstu árum, þessa 7 ára stjórn, því ég var að skrifa ritdóma bók bæði Ólafs Ragnars Þjóðin og valdið sko, og síðan hérna bók Geirs Haarde, æviminningar hans, það sem kemur einmitt rosalegar upplýsingar fram þegar það verið að mynda þessa stjórn 2007 og ef maður les það saman með sko bók Ólafs Ragnars að sko Steingrímur Jóð stingur upp á að aðalhagfræðingur Kaupþings verði utanþings fjármálaráðherra. Er ekki einhver fyrirvari við hérna meintar dagbókafærslur Ólafs Ragnars? Nei, ég meina, er enginn það? Nei, þetta er úr bók Geirs.
Já, þetta bók Geirs. Já, mér hefst að segja Ólafur Ragnar. Steingrímur J er að spila þessu fram og sem sagt, punkturinn minn er þessi, við erum í þessum kosningum núna alveg jafn mikið að gera upp hrunið, sko, og þetta er líka í alþjóðlegri umræðu, sko, þú veist, að það efnahagslegu afleiðingarnar og umbreyting kapitalismans sem að ég er hættur að þurfa að segja að nýfrjálshyggjan sé dauð, því hún er búin að endurfæðast í Bandaríkjunum núna í sko nýju formi, við kallum það ekki nýfrjálshyggju lengur, en það er einhvers konar appisínugur nýfrjálshyggja teknómiljardamæringa nýfrjálshyggja, þú veist, og ég var að reyna að greina þetta í öðrum 2 greinum Bye Bye Biden og Hello After Trump, þú veist, og ef maður speglar þetta yfir íslenskan veruleika og ef það verði þessi stjórnarkreppa sem við bæði fengum á tilfinningun í morgun á RÚV, að þá gæti bara komið mitt annarkvort, sko, Þorgerður Katrín með Þórdísi, eða sem ef að Bjarni gefur yfir til varaformannsins. Við erum Sjálfstæðisflokkur og miðflokkur er möguleiki. Miðflokkur eða flokkur fólksins eða hérna. Nei, er það? Já. Er ekki já. Það tapa allir flokkar og samstarfið Ég held að það sé ekki nóg, er það? 25 pluss 8, það er akkurat. 33, já. Ég held að það, mér finnst það, já, ok. Þú vilt ekki, ég veit það, en það getur ekki. Já, mér finnst það bara ólíklegt. Það er ekki margir valkostir einhvern veginn á borðinu og mér finnst svona bæði Kristrún og Þorgerður, þær hafa ekkert, veist, mér finnst það ekkert að hafa verið að útiloka Sigmund neitt, sko. Nei. Það getur ekki að tekið mjög skattaðan Framsóknarflokk. Já, menn það duga. Sigur Ingi neitaði því bara í þættinum í morgun, sko. Aha. En það myndi ekki duga. Já, en ég meina það getur verið bara klókt að bara bíða og sjá til og það er betra að þær komið til hans heldur hann komið til þeirra. Já. Nei, þær eru náttúrulega augljóslega búnar að vera, ef maður les myndmálið. Það dugar ekki. Það er bara með 5 þingmenn. Það dugir ekki, sko. Að því ég nefndi styrkina á þann að þá er bæði það sem við fáum í gennum þingið og svo þessa almenna stjórnmálastyrki, þá er VG að missa 99 milljónir sem við fengum á þessu ári og Pírata líklega að fara úr 76 niður í kannski 14, 13. Þau fá eitthvað frá þeim sveitarfélögum sem þau eru ekki sett. Algjör breyting og þessi flokkar eru mjög háðir þessum styrkjum að því að þeir eru svo byggðir upp á svona styrkjum að þetta eru ekki svo með fjöldarhefingar að það voru kannski fyrir 20-30 árum. Það er hægt við að svona flokkar bara koðni niður að þeir hafa ekki burðarvirki. Já, það eru náttúrulega líka mjög mikla skildur á þessa flokka, sko, að skila endurskoðum ársreikningum og allt hvað eina sem kostar nú alveg, getur kostað mjög mikið. Bara það að vera til, sko. En ég minna, Eiríkur Bergmann talar jarðskjálfta í íslenskum stjórnmálum. Ég er bara sammála. Við vitum ekkert alveg hvað gerist, sko. Þetta er það sem er, þú veist, flokkur fólksins er svo óútreiknanlegur. Og hópur sem er að koma inn. Þegar talaðu varnarsigur Sjálfstæðisflokksins, er þetta ekki bara tap? Þetta er bara tap. Hann er tapað 5% stigum, hann er komin inn í 19,4%. Þú veist. Þetta er ekki varnarsigur. Já, kannski miðað við tölurnar sem voru búin að mælast, þeir fóru nú í einni könnun hjá prósenti 11,5 og... Svo ég vitni nú í Bjarna að þá er maður ekki að keppa við skoðanakannanir, maður er bara að keppa við úrslit kosninga. Nei, ég gerir mig grein fyrir því, en miðað við hvernig þetta leit út, þá geta þær vel túlkað þetta sem varnarsigur. Hann hefur sagt að hann hafi unni alla kosningar þannig að hann er stæðstur flokkurinn, hann er það ekki lengur. Sjálfstæðisflokkurinn er bara stæðstur í norðvestri og suðvestri. Samfylkingin er stæðst í báður Reykjavík kjördæmunum og á norðaustri, nei hérna á norðaustri, já. Og svo er flokkur fólksins stæðstur í suðri. En sko, ég menna Sjálfstæðisflokkurinn mældist með 12,3% 8. nóvember. 12,3%. 11,5% úrtaskekk ykkur. Nei, og var 13,3% daginn áður í maskínu. Þú veist, þetta er bara, þú veist, þetta er rosalegur, rosalegt áhlaup í lokin, það er ekki þetta að taka það af þeim. Já, þeir eiga það voru fleiri í svona áhlaupi, kannski ekki jafn. Þeir eiga smurðar kostningavillar all land. Já, og það skilaði sér. Og kannski, já, einmitt eins og hefur verið sagt, þá var þetta kannski, þetta var ekki vel spilað hjá Sigmundi svona undir lokin, maður vissi ekkert hvað var að gerast. Það birtist eiginlega á nýjan hátt, bæði í gær og í morgun, hann var alltaf að hósta. Ég veit ekki hvort það hefur fundið, sko, það er svo mikil mengun í loftinu
og rík og hérna og það fer einna vest á hann en hann eini stjórnmálamann held ég sem trúir ekki á loftslagsbreytingar og örugglega á móti að banna nagladekk en þetta kemur á hann af því að alla Teslinu hérna spænu ég held að sjálfstæðan verður grætt á því hvað miðflokkurinn spilaði illa úr loka metrónum en svo fóru þeir í svona ESB áróður til þess að reyna að minnka flottan yfir í Viðreisn og einhverju leyti má segja að það bara virkar á kjósendur þeirra. Já, hann hélt áfram með það í morgun sko, ógna ESB-stjórn og eitthvað svona. Þannig að kannski svona síðan að Sjálfstæðisflokkurinn náði sér einhvern veginn í gýrin bara á síðustu vikunni. Já. Því að fram að þeim tíma, ég hugsaði þið að við líka verið að hugsa, hver stefnan í þessari kosningabaráttu hjá Sjálfstæðisflokknum? Það bara allt í einu hvarf, allt forystufólkið. Já, bæklingar með engum myndum. Það dúndra á mann alls konar yfirlýsingum sem að voru bara eins og kínverskur matseðil, sko, með einhverjum 90 réttum og maður vissi ekkert á hvaða áherslu var að vera að leggja. En svo einhvern veginn svona í síðustu vikunni að þá fara þeir í eitthvað svona... En þeir voru samt aðalega í óttan bara. Já, sem alltaf þeirra aðferð að ekki kjósa þá því að það verður bara glundróði, varist vinstrislýsing. Þeir hafa alltaf verið með neikvæða... Velji frekar leiðinu með okkur framfara leiðinu. Já, því að þú er nú mikill kosningastjóri, að það skoða bara kosningabaráttu Sjálfstæðisflokksins að neikvæð kosningabarátta virkar fyrir allavega Sjálfstæðisflokkin. Já, ég skildi nú ekki áherslu þeirra á samfylkinguna því það leikur mjög lítið þar á milli og mér fannst mjög komist að sjá þá ungliðana, auðvitað leifum maður ungliðum svo sem, þú veist, þeir með að taka upp á ykkur, en mér fannst áhugavert að einn daginn þá voru þeir ægilega reiður út í einhvern mann sem hafði sagt eitthvað ljótt stefnu Sjálfstæðisflokksins í einhverjum podcasti. Aðalega fannst mér áhugavert að því daginn áður þá hefði ég séð myndband frá Heimdalli þar sem var að vera að líkja Kristrúnu Frostadóttur við Stalín og svona alveg rússnesku gervihreimur og allt og ég hafði hugsað dálítið ósmekklegt en það hafði ekkert sagt en varð svona aðeins að benda þeim á þetta þegar þau urðu svona ofboðslega reiði verið annarri ljótri samlíkingu í Singar þannig þau eru svona stundum þessar elskur svolítið svona kvartsárar en tilbúnar að beita ansi svona grófum brauð. En einhver leyti virkar þetta á þeirra hóp, þetta kennt í stjórnmálaskóla Sjálfstæðisflokksins að sósíalísk réttlæti leiðir til gúlagsins, ég held að þið kennið það bara svo. En leiðindin í garð Dags Björkjessonar, allar þessar auglýsingar og Ég held að það bara fara að vinna með degi, sko. Er það ekki? Jú, klálega. Frekar en hitt, eða ekki? Jú, þetta var orðið alltaf skrítið hvað einhvern veginn og voru sannfæriður að allir sjálfstæðismenn færu að ógilda seðlana sína. Ég hef bara meiri trú á sjálfstæðismenn. Nei, bara þessar auglýsingar sem voru náttúrulega bara, hvað allir þessar auglýsingar hafa kostað, sko. Já, ég er mjög forvitn. Ég hugsa að þær getur alveg hafa flippað þessum 2% þannig að samfylking yfir 20 og segir kæriðu hann til héraðssaksóknara. Fyrir að hafa sagt þetta. Einhver Lúðvík sem gerði það. Það er víða eitt Lúðvík. Formaður landskjörstjórnar kom í fréttir og rúf í hádeginu kvöldið að útskýra að það mætti alls ekki strika út á öðrum listum eins og megin, þannig að það var alveg farið í varnar. Já, ríkið tók það sér. En margt við þessa kosningabaráttu var enga síður, sko, mér fannst að þið hefum heyrt marga gagnrýna að það hefur verið svo mikil trúðslæti og sem vissulega var, en það var líka mjög málefnaleg umræða inn á milli og svona, mér fannst við fá mjög mikið af öllu. Já, hún fór ekki út í þetta ógeð svona inn í umræðuþáttunum. Já, ekki alveg eins og... Mér fannst það í umræðuþáttunum eins og að vantaði svona umræðu málefni, mér fannst það að vera aðeins að koma svona í síðustu vikunni. Mér fannst það svona, ég veit ekki akkur að það var bara ekki, kannski voru flokkandi bara ekki undirbúnir og þau voru fókuslausir þessi fyrstu þættir. Maður hélt að maður myndi, ég meina, við ættum að geta dregið í gegnum svona umræðu, alvöru umræðu hvað við ætlum að gera í húsnæðismálum, en mér finnst það ekki takast. Það var oft talað heilbrigðismál og þá það náttúrulega svo víður málaflokkur, einn talar eitt og hinn næsta og ekkert kemst áfram, sko. Það voru lengi í gang, sko, en undir það síðasta þá fannst mér koma dúndurflottar
umræður sko. Fyrir milli skrílslætana eða þessu TikTok-væðinguna í stöðu 2 umræðunum, þá fannst mér þær eiginlega bestar sko. Það sem var bara hangi svolítið í húsnæðismálunum, hangi svolítið í heilbrigðismálunum og þá fannst mér svona, eins og ef þetta væri viku lengur svona umræða, þá færum við að sjá svona skýrar línur. Já, en þetta náttúrulega samt svo rosalegt magn af þáttum, mjög mikið magn af umræðu þáttum líka. Það eru hérna sko margar útastöðar, ég meina hér og hérna Rás 1, Rás 2 og Bylgjan sem eru bara sko stanslust með umræðu einhvers konar og ég, þú veist, sem alveg gott en þess vegna verður þetta líka kannski svona óskýrt. Ég heyrði bara fullt af umræðu þáttum þar sem að var verið að tala af alvöru málefnin, alveg helling og svo voru podcastin og svo voru sjónvarps sem að voru á Vísi til dæmis og þetta alltaf hér þannig að það var alveg hellingur í gangi en svona eitt sem ég langar að flagga að stjórnarandstöðu flokkarnir bættu við sér 24 þingmönnum þú veist það er alveg hellingur þú veist það eru þeir flokkar sem að tóku svona mikið til sín sko. Ríkisstjórnin tapaði 24,8% sló ekki með ríkisstjórnar Hrunnsins. Það tapaði 27,7. En ég held, sko, ég ætla að bæta við sko umræðunar hjá Heimildinni sem fóru yfir líka. Já, mér ástæði til dæmis svona dæmi alveg frábæra umræðu sem náði að vera djúp og svo óskaplega skemmtileg. Og einhvern veginn, það var líka mjög áhugavert, þá náði hver einasti frambjóðandi að glansa á sínum forsendum. Þú veist, fyrir sinn kjósandi það var alveg helling og þetta var skemmtilegt og áhuga vert í sko 1,5-2 klukkutíma. 2,5 tími að standa upp á endan er of langt vil ég meina, fólk er bara orðið örmagna. Það er eitt sem ég langar að nefna líka og það eru þessi kosningapróf. Kosningaprófin eru samin upp úr stefnum flokkana og sko ég heyrði hana Láru Ómars tala um þetta í gærmorgun og við vorum að tala um þetta líka heima. Ég er með fólk 20, börn og tengdabörn og við rættum mjög mikið kosningarnar í aðranda kosninga og svona, það voru fólk að máta sig út allt og og mjög mikill áhugi að kynna sér málin og svo fara þau inn á kosningaprófin og þá sko niðurstaðan þeirra verður bara alveg svona þú veist, þú átt annars vera að kjósa ábyrga framtíð og í öðru sæti sósíalista og svo bara allt litrófið eftir því bara hvað dagur er og þá kemur í ljós, bitaði sér þess að forklára hérna að sko það eru margar spurningar sem að bara fólk sem er bara passlega vel lesið og bara hlustar á þetta alla daga skilur ekki þú veist, þegar það kemur að hérna já, við viljum draga úr tekjuskerðingum lífeyrisréttinda eitthvað, að þá sko ekkert af þessum orðum eru kennd í framhaldsskólum eða í háskólum í almennu umræði ekki heldur og hérna og já, þú veist, þetta ráðstöfunartekjur eitthvað svona, alls konar þetta verður hérna 40 spurningar mjög mikið oft svona pínu flókið. Svo við höfum þetta því að við sósíalistarnir þurfum að svara þessu og þá er kannski ekki bara kannski 12-13% spurningunum sem okkur finnst þér eitthvað sko mikilvæg mál. Svo er alls konar mál að spyrja brennivinn í búðir og hitt og þetta. En sleppið þá ekki bara? Nei, sem að eru síðan notar til þess að búa til eitthvað svona frelsisás og þú veist hérna ríkisútvarpið og auglýsingamarkaði. Er það eitthvað frelsisspurning? Ég bara átta mig á því. En þær eru samt mjög skoðanamyndandi. Já, það eru mjög skoðanamyndir. Þessar skoðanakannanir, eða þessi kosninga, þarna, já. Því að það var svona eins og leifar úr gamalli umræðu sem hangaðan inni. Já, algjörlega. Þetta verður eitthvað að skoða þetta. Já, ég held að það er mjög margt held ég sem sko ekki bara endurskoðun vinstrinsins eða framsunarflokkurinn endurskoða sig eða hérna sjálfstæðisflokkurinn endurskoða tapsitt. Ég held að sko þetta kosningakerfi náttúrulega eins og við talum vonandi tekstþinginu einhvern tíman að laga það en líka sko stjórnmálafræðin, kannanafræðin og þessi próf er líka eitthvað held ég sem við þurfum að skoða því að sko þetta voru í raun og veru ótrúlega
spennandi og skemmtilegar sko kosningar ég var að tala við bæði börnum mín sem nú sko að nálgast 30 hvað við værum að hugsa varðandi pólitík og hvernig allir voru að reyna að finna út hvernig þetta að kjósa og líka pappa og mamma það voru allir einhvern veginn í smá hugsana uppbroti býtu hvað á maður að gera núna þú veist ekki þetta einhvern veginn venjulega að fara bara á liði sitt eða, þú veist, og líka bara býta hvað þýðir það ef ég kýst út af því ástandi er svo einhvern veginn svona hangir í loftinu þannig ég held að sko, og það ef ég má spekla það yfir í sko alþjóða umræðina síðan sko lýðræðið bara svona í einhvern veginn rosalegu sko hangir líka rosalega tæft eða einhverju, þú veist, lýðræðið fært að ná í gegn breytingunum sem þarf í heiminum. Við erum bara í okkar heimsluta í stórkostlegum vanda með lýðræði því við höfum mist raunverulega stjórn ríkisvaldsins, almannavaldsins í hendunar á auðvaldinu. Stórfyrirtæki sem að bara stýra stefnu ríkjana og sem að veldur gríðarlegri togstreitu á milli ríkisins og lýðræðisvettvangsins og almennings. Og þetta er bara megin vandamál í okkar heimsluta. Og ef við gerum ekki eitthvað í þessu þá munum við bara missa þetta. Og ég að vísi þetta bæði annars vegar Ameríku en líka bara þú veist getur lýðræðislega kerfi náð fram einhvern veginn þeim breytingum sem þarf og ef við viljum spekla yfir þetta sem við vorum að tala um hér þú veist að það náðist ekki að breyta mælingun á húsnæðisliðnum í verðbólgu fyrir í sumar sem að byrja að tala um fyrir mörgum árum hefði átt að gera kringum hrun mátti ekki tala var síðan byrjað að tala um fyrir 5 árum Framsókn slegið á þá fyrir að vera að tala um þetta svo þú veist þetta tekur 5 á allt og sint og verðbólgan hérna allt og mikið út af þessu sem hafa hagað í að breyta þessu ekki og alveg eins varðandi sko loftslagsmálin að það bara, veitir hvað, þú veist, ég meina, alþjóðlegu stofnanir að ná einhverjum samningu sem ná samt engu, þú veist, alveg eins og öryggisáður nær engu í öllum þessum hræðilegu stríðum, þú veist, lýðræðislega kerfi á heimsvísu einhvern veginn ekki að ráða við flóknu verkefnin og dæmi sem ég ætla að taka varðandi sko loftslagsmálin í heiminum, þeir sem eru að standa sér best í því, þó að þessi orðnir líka reyndar mestu mengunarvaldurinn en að standa sér langbest í að draga úr ekki bara mengunin heimi á sig heldur að ná breytingunni fram það eru Kínverjar sem eru ólýðræðislegt samfélag en þeir eru sko bara búnir að byggja upp ódýra, mjög góða rafmagnsbíla, ódýrar góðar framleiðslu búnað fyrir græna orku og hvað eru þeir að lendi í? Varnartolla inn í Bandaríkin og jafnvel Evrópu þannig að sko að því þá er komin þjóðarnis varnarhyggja innri efnahagsstefnu landsins og þú veist populismi og allt það þannig að við fáum ekki ódýru rafmagnsbílana eða ódýru raforkuframleiðsluna inn í Bandaríkin að því þar hentar betur að bora eftir meiri olíu að því einhverjir sem eiga hagsmuni gæta þar ná inn einhverjum þingmönnum og málunum gegn sko. Þannig að við erum að sjá alveg bara rosalega svona ókveikjandi sín finnst mér niðurbrót niðurræðiskerfan okkar það er bara þannig og það gerist rosalega hratt sko af því þetta eru viðkvæm kerfi og ef að fólk missir trú á þessu að þá getur þetta bara orðið spírall sem að fer mjög hratt niður en það er líka svolítið sagt að við lifum á tímabili populískra stjórnmála og það eru tveir svolítið flokkar sem eru svolítið þannig, flokkur fólksins og miðflokkurinn sem að ná góður í viðspyrnu. Eiríkur Bergmann hefur sagt að þetta verður bara komin á tímabili populísku stjórnmála og þau munu verða ríkjandi og gömlu flokkarnir munu breytast yfir því og það má kannski tala um svona foringja áherslu samfylkingarna sem hluta þessu og þá var það spurningin með fyrirbrigði eins og til sjálfstæðisflokkin sem að hefur kannski á undanförnum 20-30 árum svona reynt að vera
svona líkari svona hefðbundnum íhaldsflokkum í Evrópu eða eitthvað. En við sjáum hérna áherslur breska íhaldsflokksins sem eiginlega bara að fara að leita svona populískri viðspyrnu og Sjálfstæðisflokkur var náttúrulega populísku flokkur til þess undir Óla Thors. Óli Thors bara klassískur populískur stjórnmálamaður. Stétt með stétt. Já, allt það. Hann var bara með alla frasana og hérna fór á fundi og pissaði utan í Saltvíkstæðunar og fekk atkvæði að vera alþýðlegur og allt þetta. Sjálfstæðisflokkurinn. En getur þetta farið saman að þú getur verið náð svona frösum en verið með til að einfalda flókin mál? Ég veit ekki, en það ekki Sjálfstæðisflokkurinn, stendur hann ekki frammi fyrir einhverju vali? Jú. Þú veist, hann hlýtur alltaf að reyna að finna einhverja viðspyrnu, ekki ætlar hann að lenda í næstu kosningum að vera með Viðreisn og Miðflokkinn og Flokk fólksins í kringum. Skulum sjá hvað gerist, ég meina kannski Sjálfstæðisflokkurinn að fara í ríkisstjórn, sko. Já, það getur alveg gerst. Hann talaði í þættinum áðan á RÚV bara, og það nýja orðfæri, sko, borgarleg stjórn. Það er bara hægt að tala hægri, hægt að tala frjálshyggju. Það er bara borgarleg stjórn. Fleiri eru farin að taka borgarleg stjórn með Viðreisn og Samfylkingu. Þetta er bara alls konar. Þannig að ég held að það sé flóki fyrir okkur, ég held að það sé skemmtilega bara að fara í einhvern svona samkvæmisleik bara hvað fólk dottinn og þing. Ég meina það eru 2 bæjarstjórastóla lausir, þú veist, bæði Arna Lára og Rósa Guðbjart, þú veist, þið vitið, það er bara alls konar. Var hún ekki með samkomulag við Framsókn, hann átti að taka við í lok tímabilsins. Það myndu meirhluta með Framsóknum. Nei. Ok, en Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Viðreisn eru með 33 þingmenn. Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Viðreisn. Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Viðreisn, ég skil. En Sjálfstæðisflokkur, Samfylking og Viðreisn er með 40, sko. Já, það er miðjuvinstri. En ég held að þegar Bjarni er að tala borgarlega stjórn og þá var hann að tala þessa stjórn eða þá að taka Flokk fólksins í staði fyrir Miðflokki. En mér fannst hann alveg einst verið að tala inn í sko Samfylkingu Viðreisn þannig í rúfa áðan, sko. En svo sé engan óborgarlegan flokk þarna. Hvað gerir Halla Tómasdóttir, forseti Íslands? Kristrún að fá. En spurningin er... Hún bara ræðir við alla. Hún byrjar á því að kalla inn Bjarna. Hann er starfandi forsætisráðherra og það er bara mjög eðlilegt að hún tali við hann. Er ekki eftir stærðflokkana? Jú, þú veist, ég minna. Svo lappar á röðina og kannski kemur út úr þeim viðtölum. Stundum er að forsætisráðherra skiptir í lengum máli. Af því að henni er bara sagt það að við teljum vera bara eðlilegt að Kristrún og Þorgerður reyni fyrst. Þá bara gerur það. Þú verður ekki að segja, það er kannski Óla Ragnar myndið þetta að huga að segja. Ég held að sér nú sniður það. Ríkisstjórnin 2013 var ekki Óla Ragnar sem myndið hana. Þegar Sigmundur var... Með Davíð Oddssyni? Með Davíð Oddssyni, var það ekki? Já, 2013. Þegar Sigmundur Davíð verður forsætisráðherra, en Bjarni ekki, sko. Hann gerði bara Sigmund Davíð að forsætisráðherra. Held ég. Já. En ég held að Halla bara hlusti á... Já. Og svo er komin fullt af, það er komin mikill brómans svona, sem kallað er á milli Bjarna og Sigmundar á nýju, sko. Wild Boys. Bjarni hlæra öllu sem að Sigmundur er náttúrulega sniðugur, sko. Sigmundur er svona alveg sniðugur, það er auðvitað að fara að hlæja. Hann er mjög fljótur að láta allan salin fara að hlæja kringum sig, sko. Það munar hann. Já. En að því að við erum að tala um fólk, þá er þingflokkur Miðflokksins, það er Ingibjörg Davíðsdóttir, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Þorgrímur Sigmundsson, Karl Gauti Hjaltason, Bergþór Ólason, Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, Snorri Másson og Sigríður Á Andersen. Jep. Þetta er fólk sem er að fara að setja lögin í landinu. Þetta getur verið í ríkisstjórn, þarna eru kannski með 3 ráðherra. Talandi að geta sameina líka ólíkar áherslur fólks á milli. Hann systir Sigmundur og Bergþór held ég að séu líklegir ráðherrar og svo kannski Sigríður Andersen. Já.
Já. Það er ekki víst að Snorri Másson. Hverjir eru ráðherraefni Flokks fólksins? Það hljóta að vera Inga og Guðmundur Ingi. Ég menna, hann hefur staðið við hlið. Það er Ásthildur Lóa og ég held að Guðmundur Ingi sé klárlega. Hann hefur staðið eins og klettur við hliðina á Ingu í gegnum súrt og sætt. En Ásthildur Lóa á hún fyrir þingsæti og styrk sín. Alveg klárlega. Það er náttúrulega magnaður árangur. Svo erum við með reynda þingkonu að koma inn, Lilja Rafney Magnúsdóttir, sem að kemur. Úr Vinstri grænum. Jakob, hann uppskar ekki að lappa í Miðflokkinn, en hann er varaþingmaður. Já, hann var búin að sjá hann aðeins inni af og til. Já, hann var nefnilega inni í smá tíma í nótt, sko. Sigmundur Ernir Rúnarsson, hann er komin aftur inn. Nei, hann er þingmaður. Já, hann er komin inn. Hann er ekki komin áður inn. Þórður Snær. Dagbjört lítur að færast fyrst. Já, Þórður Snær er alltaf skráður inn. Hann er búin að segja að hann taki ekki þingsæti. Já, ég veit það. Nei, Sigmundur er ekki á þingi. Það er þingflokkur Samfylkingarinnar er Anna Lára Jónsdóttir. Já, það er að því að Þórður Snær er skráður þarna. Það er þess vegna sem að er hann á eftir Dagbjörtu? Nei, hann var á undan henni. Já, Sigmundur, næstur eftir þetta. Sigmundur kemur inn sem koma inn sem uppbóta. Sigmundur Rúnar kemur inn. Sigmundur Ernir. Og verður þá Dagbjörn sem kjördæmakjörinn. Já. Þórður segir líklega af sér og þá verður til hamingju Sigmundur Ernir. Ég veit út alveg stofur. Það er magnað. Það var engin sem að kveikt á þessu í nótt í allir upptalningu á fólki. Þingflokkur Framsóknar er svolítið hlægilegur. Hann er bara landsbyggðarkjördæminn. Það er engin að það er svolítið langt síðan Tvö í Suðurlandi. Stefán Vagn og Ingibjörg Ísaksson og Þórarinn Ingi Pétursson. Þau eru tvö í norðaustur. Ég held að hann ætti ekki viðreisna von eftir hérna sameiningu kjötstaðana. Það er engin að penna. Þetta er fyrir að Framsókn, átt ekki svona. Nú 3. Já. En þú veist að, ég meina, Willum, það hlýtur að vera ákveðin skellur, sko. Það var mjög óvænt. Willum er auðvitað, þú veist, alveg hérna svona, hann hefur verið við alveg formannskandidat, sko. En landsliðsþjálfara staðan er laus. Rétt. Hvað? Landsliðsþjálfara staðan. Þetta er nú margrindur og gert allan að 2 félög Íslandsmeisturum. En hvað gerir Framsókn þegar hún þarf að endurnýja sig? Býður hún bara þangað til að ríkisstjórn þessara flokka sem að taka við verður bara óvinsæl? Af því að þeir eru náttúrulega að lofa alls konar hlutur sem þeir geta ekki staðið við. Manni heyrðist á Sigur Inga í hádeginu í dag. Hann vildi ekki fara inn í neinar. Hann ætlaði bara heim og kjarna sig bara. Og plæju bakkurinn. Og plæju bakkurinn bara planta. Þetta er býsna flókin staða. Þau eru núna með borgarstjóran og þá er það spurningin hvort að hann gerir þá tilkall til þess að verða formaður. Hann var að mælast með 3%. Nei, já, ég veit það. Hann hefur með persónulega vinsældir upp á 6% og verið að borgarstjóri Reykjavík sem er eiginlega rockstjörnulegar. Algjörlega, en ég bara segja sko, ég er að tala um innanhús hérna flækjustig, þú veist, Lilja er varaformaður, hún fer valla að þramma fram sem formaður núna þegar hún er dottin út af þingi. Hún er ekki eins og niður varaþingmaður sko. Nei, ára Ingibjörg Ísaksen verið næstu formaður. Og þá er það bara Ingibjörg Ísaksen eða Stefán Vagn eða, þú veist, ég menna, að því að ég held að einhver staðar hafi Sigur Ingi verið svona að horfa til Willum. Að því að Willum er, þú veist, hann hefur búin að mæra hann mikið sko. Já. Hann er svolítið hægri hlutinn af Framsókn. Já, hann er það. Kannski Ásmundur og jafnvel Lilja eru sko frekar vinstramein í Framsókn. Þau eru farin. Þau eru bæði farin sko og þú veist, tíma var öll forysta Framsóknarflokksins úti. En Willum er mjög þægilegur í samstarfi. Það er mjög gott að vinna með Willum. Svona bara, þú veist. Hann var formað fjárlaganefndar. Innan úr kerfinu náttúrulega. Það var það nefnilega. Við vorum saman í gegnum COVID. Það var ég stjórnarandstöð þingmaður sem formaði velferðarnefndar. Og þá voru við svo oft niður í þingi bara ég Willum og Óli Björn af því að hann var formaður efnahags- og viðskiptanefndar. Það meina þingmennirnir voru allir heima og það var bara mjög, af því að við vorum í alls konar aðgerðum, björgunaraðgerðum. Ég var í fjármálaráði. Það var bara mjög þægilegt að vinna með honum sko. Sem er mjög fín
fín æfing í að verða ráðherra, að vera formað fjárlaganefndar, sko. Það er bara... En hann hefur elst 30 ár síðan tók við heilbrigðisráðuneytinu. Það er bara þannig. Enda sjáum við að podcastinu á vettvangi hvernig ástandi er í heilbrigðiskerfinu. Þú nefndir Ólafur, að hann hafi ekki kost á sér, er það skýrmerkjum það að hann verið í rísveru Moggans? Ég veit það ekki. Ég meina verður einhver ritstjóri Moggans? Hver les Moggan? Rúf er alltaf að vitna í Moggan? Fyrir en ég veit ekki. Jú, það getur alveg verið. Já, það getur alveg Moggi stóð sig ágætlega í þessum kosningum með að fjölga svona sjónvarshlutunum hjá sér, stækka hann. Viðbragði við samstöðunni. Já, stóði sig betur heldur en kannski Heimildin sem var svona veikt sjónvarpið hjá þeim. Meðan Vísi standa sig vel með að fjölga pallborðum og meðan allir standa sig betur heldur en Rúf. Rúf var náttúrulega með þess að kjördama þætti sem að voru svona í einhverju hliðarherbyrgi og voru svona erfiðir. Þau voru með þessar kappræður, svo gerðu þeir tilraun til þess að draga í gegnum kastljósi umfjöllun svona helstu mál, en það er bara svo erfitt á einhverjum 15 mínútum og það var ekki debatt í kringum það og þannig að mér fannst það að vera svona eins og þau verið að gera þetta skildurækni á þess að ætla sér. Það er náttúrulega líka dálítið flókið þegar eru svona svakalega margir frambjóðandur að þú ferð alltaf oddvitina í einum kjördæmi til að ræða svona mikilvægustu málefni og ert með 11 manneskjur. Það bara myndast ekki það er rosa erfitt að fá þú mátt búa til sko fleiri þætti þar sem eru 2 sem að mætast og þú mátt bara búa til efni og Rúf tekst þetta og það væri frábært að nota Rúf 2 meira til dæmis í svona það má alveg nota Rúf 2 meira í íþróttaleiki og svona pólitískar kappræður fyrir nördana bara allan nördism á Rúf 2 Við vorum svolítið í svona spjalli eins og við erum með hér svona bara fólk hérna og þaðan að tala pólitík. Rúf var með silfrið til þess en mér finnst það ekki notað mikið. Við vorum með að skera það niður í aðdraganda kosninganna og svo vorum við með vikulókin, þannig þeir voru ekki með slíka umræðu sem er mjög mikið úti í svo podcastunum og hér og þar. Þeir voru náttúrulega með fórustusendið. Og morgunþættirnir á Rás 1 og 2 þetta alltaf með eitthvað á hverjum degi sko. Já. Og tókst þeim ekki samt ágætlega, ég var aðeins eftir á að skoða, en tókst ekki Rúf ágætlega með sko samfélagsmiðla klippin og það, vinna og setja. Ég held að, svo ég gefi nú 1 plus, sem að sé ekki bara... Náðu við að fjalla húsnæðismál í aðdraganda kosninganna, eru þau einhverju nær? Nei, eða verðbólguna bara... Já, sko, en er það við fjölmiðlana að sakast eða voru kannski bara mörg frambóð ekki með neitt svona konkrétt? Ég meina það voru mjög... Nei, ég meina það var mjög mikið talað húsnæðismál. Viðreisn var eiginlega ekki með neitt sko. Þið eru náttúrulega einingahús. Það var kannski ekki tíma til að hlusta á allt hitt sko. Mér fannst mjög mikið talað húsnæðismál. Já, og húsnæðislán og hvernig við það var miklu frekar bara að vantaði umræðu umhverfismál. Náttúruvernd og loftslagsmál og þau bara týndust. Það held ég að verið svo. Já, og flokkurinn svona sem var merktur fyrir þeim, þannig það verður náttúrulega ákalla einhver taki upp þessi mál, held ég. Það var reynt að búa til græningjaflokk í aðdraganda kosninganna. Já, náttúrulega með rosalega skammur fyrirvari og... Já, það eru þetta að missa bæði Pírata sem hafa verið mjög sterk í þessu og VG sem hafa svona haft þetta á stefnuskránu þó það hafa kannski ekki beint verið að beita sér í þessari ríkisstjórn. Eftir að Mummi fór úr umhverfisráðuneytinu. Það eru auðvitað skellur fyrir þennan málflokk. Og þetta er sko... Þessi málflokkur er farin til hliðar hjá Samfó til dæmis. Þá er þetta að segja þessu að þessu flokku mistókst að halda þessum málaflokki á lofti. Já, þetta var bara ekki dagskrá. En þar er alþjóðamálin líka. Ég meina þetta er búið að detta niður út af stríðunum og því. Þannig að sko, og það er rosalegt. Því efnaðslega afleiðingarnar því verða svo miklu dýrari. Þetta þýðir að við verðum með miklu fleiri svona disaster að því að verður frestað að gera það sem þarf að gera á þessu sviði að því að verða að byggja upp varnarmál eða ég veit ekki hvað menn er að gera hér í staðinn fyrir umhverfismál en allavega styðja einhverja afurðastöðvar eða sjá til þess að styrkja einhverja öflug fyrirtæki með styrkjum í umhverfismál. Það þýðir það verða meiri katastrófur og það verða miklu dýrari fyrir sko bara þar næstu ríkisstjórn eftir svona 8 ár eða 10 ár eða ég vil 6 ár, þú veist það. Af því það er ekki verið að vinna
á þessu eins og leit út í, eftir COVID að væri að fara að verða stóra málið næst. Við unnum á veirunni og nú skulum við fara að vinna í loftslagsmálunum en þá koma þessi helviti stríð tvö og bara þá fara allir kraftanir og allt steitkraftið, allt afl ríkisvaldsins fer í það frekar heldur en hitt sem ógvænlegt í heiminum öllum. Sko. Kristrún verður að koma að flokknum sínum inn í ríkisstjórn. Bjarni verður að koma að flokknum sínum í ríkisstjórn, annars hann bara búinn. Viðreisn öruggur í ríkisstjórn. Það ekki hægt að sjá ríkisstjórn þar sem að Viðreisn ekki. Og Inga Sæland býr til stjórnarkreppu og sem þetta við fyrir. Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Miðflokks og Flokks fólksins sem að veri þá til þess að taka og loka landamærunum ríkisstjórn. 24 og Flokks fólksins, 35 eða 30. Það ekki bjart yfir því. Kosningamáli sem tókst ekki að gera kosningamáli verður kjarnamáli nýra ríkisstjórnar. Það gæti verið. En heldur það þau bakki ekki aðeins með það þegar við komast að því að það virkar í báðar áttir? Ekki ef þessi þrír flokkar fara saman. Ég meina við erum með ríkisstjórnir eins og í Danmörku og víðar sem alltaf að herða útlendingamálum bara til að svara ykkur. Ég held að skipta ykkur máli hvort það virki eða virki ekki. Sko. Ég held að snúist ekki um það. Sko. Nei, ég held ekki. Ég held að það sé bara svona tjáningum að okkur við erum ósátt við sé alltaf mikið útlendingum í það. Og það voru bara settar minni fjölskyldu, sameiningar og eitthvað sett bara í gang. Þannig að þetta möguleiki, þessi ríkisstjórn. Sjálfstæði, Miðflokkur og Flokkur fólksins að tala um, það auðvitað mjög naumur meirihluti en jú, gæti haldið. Inga vill fara með flokkinn inn í ríkisstjórn. Þetta yrði kórónan á hennar glæsta starfi að stofna flokkinn á eldhúsgólfinu. Þú segir eldhúsgólfinu eða borðinu, ég maður ekki hvað það er. Borðinu. Fyrir 8 árum að koma honum inn í ríkisstjórn. Hún náttúrulega þú veist að það sé kraftmikil og svona þá hún komið svolítið á aldur þannig að það núna þú veist það kannski ólíklegt að fá aldurinn sé eitthvað að trufla ykkur Nei, það ég meiri ágjör á talnalæsinu sko. Þú veist það bæði 450.000 en síðan var hún í þættinum í morgun að tala um eitthvað 45 miljardar lífeyriskerfis lífeyrissjóða það yfirleitt alltaf farið ókveikjandi mjög oft held ég heyrist mér farið, og ég vil þetta alltaf, farið eitthvað rangt með tölur, þetta svona misalvarlegt, en svo var það líka þannig kannski að fjölmiðlar voru sjaldnar að spyrja hana út í þetta, eða reka þetta, og hinir, formenninir sjaldnar að reka þetta tilbaka og útskýra þetta, þannig hefur lítið verið svarað, en núna er hún náttúrulega komin með þetta rokna fylgi, og ég sé alveg að hún vil standa undir ábyrgð, þannig það verður forvitnilegt að sjá hvernig henni ferst eða svona, hvernig það tekst til. Þetta er svona afgerandi ríkisstjórn, Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Flokkur fólksins. Það er svona hægri ríkisstjórn. Efnaðslega hægri ríkisstjórn væri Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Viðreisn. Hinum megin ertu með Samfylkinguna, Viðreisn og Flokkur fólksins. Og svo ertu með ríkisstjórn sem er eiginlega 2017 ríkisstjórnin sem að væri Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkur og Viðreisn. Stærstu flokkarnir, að hinir flokkarnir, Miðflokkur og Flokkur fólksins sé ekki stjórntækir og nú verðum við að axla ábyrgð og vonum bara eftir að fáum COVID eða eitthvað til þess að sameinast Það var nú jarðelda og svona. Það er rosalega stór mikill meirihluti nóg pláss fyrir Jón Gunnarsson og fleiri að sprikla og þá segir Kristrún við hægri kratana inn í Samfylkingunni að þetta er alltaf verið okkar draumaríkisstjórn, þetta er bara Viðreisn, þetta er Viðeyjarstjórnin og þetta er hrunstjórnin, þetta er stjórnin sem við höfum oftast valið þegar við fáum að velja því að við klassíst af Alþýðuflokkurinn velur ekki vinstristjórnir nema hann hafi bara engan möguleika en sko aftur, ég meina að velja vinstri stjórn sko hvar er hún? Það væri það vinstrasta sem að til vinstrasta Samfylkingin, Viðreisn og Flokkur fólksins. Þá ertu að tala um að Viðreisn sé vinstri og Flokkur fólksins sé vinstri. Með miðju vinstri stjórn. En þannig var tegja orðin alveg fáránlega. Þetta er bara frekar flóki núna að tala um að það sé vinstri stjórn. En ég er að segja að Flokkur fólksins og Viðreisn
séu vinstri flokkar. Og svo í öðrum miðað samhengi. við miðflokkin eru það vinstri. Kannski ásinn hefur tekst bara. En þá getur við farið til 2017 og hérna í stofuna heima hjá Sigurði Inga. Þetta er allt annað. Að kjastla saman einhverju stjórn án Sjálfstæðisflokksins og þá sögðu menn að það er bara allt mikil áhætt að hafa Píratana þarna og fleira. Og þá segja menn það er bara mikil áhætt að hafa Ingu og hennar fólk. Þetta er óreyndur þingkópur og fleira. Þannig að nú tökum við bara flokkana sem hafa sögulega reynslu og vita hvað geta skaffa almennilega ráð þeirra og bara krossa fingur og vona það besta. Það getur alveg gerst. Já. Þetta verður spennandi, krakkar. Já, mjög. Við verðum að fara að enda þá. Endilega. Allt hefur sín enda. Karen þarf að komast þeim að sofa. Já. Helga Vala, Ásgeir Brynjar og Karen, takk fyrir komuna. Takk fyrir spjallið. En ætlum við að sitja eftir það? Þú ræði því. Þú þið ekki líka fara heim að sofa? Já, ég nefnilega aðsnaðist til að fá mér kaffi í nótt, sko. Og þá vaka alveg í gegn. Hundurinn var búin að koma tvisvar að ná í mig til að fara að sofa. Erum við ekki ennþá í útsendingu? Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Við sitjum hérna eftir bræðurnir, Sigurjón, þetta var áhugaverð spjall. Já. Hvað er hálfleikarnir? Já, ég held að við farið bara yfir alla flokkana og það sé kannski ekki mikið við að bæta. Við myndum nokkra ríkisstjórnir líka. Já. Og við töluðum það að vinstri þyrfti að fara í einhverja starttólur að endurskoða sig. Og sömuleyti getum við sagt að samstöðin er sá vettvangur að þú hefur orður til alls fyrst og ég held að við höfum verið að reyna að draga í gegn svona einhvers mendumatumræðunar og fleira sem er hér. Þetta minni mig á tímabil sem að var svona upp úr 1990 þegar var svona ljóst eða verið mikill vilji inn í Alþýðuflokknum og Alþýðubandalaginu að búa til einhvers svona aðra útgáfu og sömuleyti var þetta uppgjöf í frjálsökinni, svona þriðja leiðin og eitthvað fleira, en það var til nýr vettlingur var það uppnefnt í borgarstjórninni, nýr vettvangur. Fór þar fyrir nýjum vettvangi svo hét, en alltaf kallað nýr vettlingur. Já, og þá var það Alþýðuflokkurinn sem að gaf eftir sitt framboð í þessu, en ekki Alþýðubandalagið ef ég man þetta rétt. Og þetta var að sömuleyti var þetta forveri að Reykjavíkurlistanum og svona þeirri deglu sem að var á sveitastjórnarstíginu þar sem að urðu til alls konar, ég manna það ekki, Álftaneslistinn og Garðabæjarlistinn sem að ég held að Samfylkingin upplifir sig núna að vera orðið svo stóra og hún vill ekki lengur ætla að fara í frambóð til dæmis í Garðabæ og eitthvað fleira. En þetta var svona degla sem að var og það sem að eru vinstri eitthvað leiti á tímamótum. Og ég man að kannski má rekja upphafið af VG til fundaraða sem að Ögmundur Jónasson stóð fyrir. Hann held ég svona 30 ára afmælisfund í fyrra eða hvað það var fyrra þessu ári í Hótel Borg, þar sem að vera að rifja þetta upp, þar sem að svona kalla saman fólk úr ýmsum flokkum og utan flokka til þess að svona fara að ræða sig inn á það hvernig ætti hreyfingin að vera og fyrir hvað það berjast. Ég held að vinstrið, það sem er vinstra megin við Samfylkinguna, sé í einhvern veginn í þessari stöðu í dag. Já, og þá fá Ögmund til að vera fundastjóri. Stýra fundum. Já, við skulum heyra kannski í honum. Hann
hann skrifaði eitthvað hérna fyrir kosningarnar en það voru margir sko ég það stemdi allt í það að VG myndi ekki ná hann á þing og mér fannst það skrítið að svona í lokin að þá kom svona hvatning hérna og þaðan að kjósa VG eins og að það væri til að bjarga þeim? Nei, það var, held ég enginn hafi trú á því sko. Heldur var þetta svona hugmyndum að við getum svona kastað atkvæði okkar eins og kransi og Já, ég átti við það. Hérna lína sásökan, getur svo það. Já, ég hafi það sem að skipi sök. Það hefði náttúrulega verið miklu betra að þessi atkvæði bara farið yfir á sósíalistana og að vinstri sósíalistar hefðu átt fulltrú á þingi. Já. En það ekki megin ástæðan fyrir því að sósíalistar ekki á þingi. Ég held að það sé þetta með þennan þröskuld, að þetta erfitt að glíma við þetta. Já. Og að í öllum Norðurlöndunum væri við með 2 menn á þingi. Já. Og líka í Færeyjum og Grænlandi, það þetta fámennari þing en þú veist, miða við íslenska Já. Ég sammálaður, þetta svolítið mikið til að komast yfir og síðustu daga, því ég kom nú oft hérna dagana fyrir kosningar að það var hérna í húsinu fullt af sjálfboðaliðum, allir gera sitt besta og lág vel á öllum, þannig að ég var bara mátilega bjartsýnn. Já, en það bættu við aðeins við okkur í Reykjavík, ekkert umtalsvert en samt eitthvað. Og við erum eiginlega bara á sama stað að við erum áður, þannig að við höldum bara okkar striki býst í við og ræðum okkar mál og eitthvað fleira en við erum bara með óbreytta stöðu þannig að við munum halda áfram að reyna að byggja upp þessa hreyfingu að vinna í verkefnishreyfingu. Við erum ennþá með 2 borgarfulltrúa og með ágæti stöðu þar að það verið mælingar á fylgi flokkana og við mælumst stærri eldur en ég man ekki hvort að sko VG inni í þeim mælingum sko. Nei, við erum stærri en Píratarnir í könnunu, þeir eru reynda með 3 þingmenn, borgarfulltrúa og þeir eiga 1 borgarfulltrúa líka í Kópavogi, eða bæjarfulltrúa, en þeir eiga enga þingmenn núna og eru að fá miklu minni styrk og stuðning frá hinu opinbera. Þannig að kannski nú fyrir Sanna náttúrulega bara í borgina og vinnur þar, kannski fyrir hún að vinna því að búa til einhverjar brýr þarna á milli. Líf Magnuðdóttir er borgarfulltrúi VG og bara einn þar og svo var Stefán Pálsson er varafulltrúi Kolbrún borgarfulltrúi Flokks fólksins, hún er orðið þingmaður. Já. Þannig að þar kemur, ég man ekki hvað kemur það inn í staðinn. Nei, ég man það ekki, en ég er að segja að hún sko, hvort hún segja af sér sem borgarfulltrúi eða ekki, veit ég ekki það er nú að spyrja hana því. Samkvæmt nýjastu mælingunni að þá eru Pírata með 8% í borginni og fengið missa 1 þingmann, en sósíalistar með 10,4. Þannig að þó svo að sósíalistar hafi ekki náð inn á þing að þá held ég að sé svo þetta er sá flokkur sem að nýtu mest fylgis að þessu 3. Það er klálega. Kemur út úr Kjörgvarsson og það held ég að sé merka vinna að reyna að átta sig á því sko hvernig á að bjóða fram í þessu kosningakerfi sem að og ég held að það verði svona kannski heldur fólk bara jólinn og svo verður myndur ríkisstjórn og svo henni ég held að menn ætti að fara í þetta strax eftir áramót, en við munum örgulega nota tilefni til þess að ræða framtíð vinstinsins við Rauðabrauð og köllum bara til alla góða menn að taka þátt í þessu umræðu og konur og við munum halda áfram vinna á samstöðinni, hún hefur styrst mikið og elfst og við munum halda því áfram. Er það ekki? Það er mikil pólitísk umræða hérna. Og það til dæmis eins og þegar við vorum með þáttinn áðan, þá voru fóringjarnir líka á ríkisútvarpinu, en kostur við samstöðinu sá að það kemur okkur eiginlega ekkert við, sko. Því þetta er bara sýnt aftur og fólk getur fundið þetta og hlustað eins og vill og hort. Og við finnum það vel að það er mikil hlustun. Og það er bæði í svona frumflutningi, en við náttúrulega á YouTube og Facebook og við erum í hlaðarsveitunum, við erum í útvarpinu og við erum í sjónvarpinu og þannig að hægt og bítandi byggist mjög mikil hlustun á hérna? Já.
með því að fólk hafi frjálsan aðgang að efninu. Já. Herðu, en við höldum áfram í næstu viku að fjalla pólitík, það gerbreytt landslag á þinginu. Það heldur við. Nú eru bara 6 flokkar á þingi. Já. Og það er hérna... Fyrir að fara að læra nýja nöfn. Já, svona 3-4 ríkisstjórnir sem eru mögulegar. Þú fyrir að fara að tala við nýja þingmenn líka. Já. Það er ekki snuðut. Já, setjast niður og eftir og skipuleggja vikuna. Gjör það. Og hvetjum ykkur áhorfendur til þess að fylgjast með dagskránni sem að verður á Samstöðinni núna í kjölfarið á þessu kosningum. Við ætlum að reyna að draga inn í gegnum okkur öfluga pólitíska umræðu, ekki síst svona endurmat vinstrinsins á sinni stöðu. Hvet ykkur til þess að fylgjast með því. En ég þakka öllum gestum sem hafa hingað komið og Sigrúni fyrir að vera hérna með mér í þessu þætti og Laufey fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem hafi breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlum og minni á að þið byggið raunverulega dreifikjöru bara með að segja vinum og vandamennu frá efni sem að hér er sem ykkur líkar, benda á að það má finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, við erum í útvarpinu 89,1 á FM á Stórhöfuðborgarsvæðinu og það má líka sækja þær útasendingar á spilaran, spilari.is á netinu og svo spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðina og allar íslenskar útastöðar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, það eru nú með 5 fjarstýringur í kannski eitthvað, ég veit ekki, mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá Samstöðinni, samfélagsumræðu, 24 tíma sólarhrings, 7 daga vikunar, allan ársins hring hér í Sonum Egils, líka á Rauðaborðinu og í öðrum þáttum Samstöðarinnar. En Samstöðin er drifin áfram að þeim hluta áhorfenda og áheyrenda sem að hafa gert áskrifendur. Þá leggur hver lítið til og saman verður eitthvað afl sem að við getum notað til þess að byggja upp umræðu, vettvang og fjölmiðil. Ef þú vilt slást í þennan hóp þá getur þú farið inn á samstöðin.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, þar getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2.500 krónur á mánuði. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðina. En þetta er nóg í bíli, ég óska ykkur bara góðra helgar þar sem eftir aðvinni og góðan svefn því sem hafa verið að vaka eftir úrslitum. Síðustu tölunar komu frá suðvestri í hádeginu, daginn eftir að var kosið. Þetta er með ólíkindum. En þannig er það. Ef við sjáumst aftur hérna á morgun klukkan 8 þá byrjar Rauðaborðið, fyrsti þáttur Rauðaborðsins eftir kosningar.